Já, góða kvöldið, kæru áhorfendur, verið velkomin í tölvulistabikarinn opna deild umferð 3. Við erum með frábæra viðureign fyrir ykkur í dag. Það eru draugar á móti berserkjum og ég verð að segja að ég er spenntur fyrir þessu. Til að segja ykkur aðeins frá liðunum, hvernig þeim er búin að ganga, þá eru draugarnir, þeir eru búin að spila 2 leiki. Vinna báða 3-0 sem verður að teljast frekar sterk byrjun á mótinu hjá þeim. Og berserkirnir eru bara búin að spila 1 leik vegna þess að þeir sátu hjá í fyrstu umferð og þeir töpuðu þeim leik 3-0. Þannig að berserkirnir verða hungraðir í dag. Já, það fara kannski aðeins yfir liðin. Á rostunum hjá berserkjum eru Wild Pants, það er Snella, það er Asetia, það er System 32 og Guttix. Síðan eru þeir líka með Kapping og Loga. Þeir byrja ekki inn á í fyrsta mappi, veit ég. Og hjá draugum, þá er það Viki, Opal on top, El Maestro, Gutst og Brinkilius. Og já, ég myndi segja að þessi lið eru bæði frekar stakkt og ég býst við hörkuleik. Fyrsta mappi hjá okkur í dag verður Ilios Control Map og síðan rúlum við þessu bara. Já, til að kynna mig, steinglindi því, heiti Íló, eða Ingólfur. Og já, ég verð sólokasturinn ykkar í dag. Vonandi verður bara gaman hjá okkur og fáum hörku leik. Já, ég hef ekkert mikið meira að segja, svona árum við förum inn í þetta. Ég ætla að tjekka hvort að liðin séu klára að fara inn og þá getum við bara byrja stemminguna. En já, þetta er náttúrulega rosa mikilvægur leikur fyrir bæði lið. Draugarnir vilja halda áfram að halda áfram sínu góða róli og tryggja sér góða stöðu í lokin. Maður sjá, já, Bölvun og Draugar eru sem sagt og Musteri eru öll deila efsta sætinu með 2 sigra. Þannig að já, á meðan berserkir eru einmitt með 1 tap og þeir þurfa virkilega á sigra að halda í dag til að bara koma sér af stað almennilega. Þetta er náttúrulega eins og ég sagði á leikur nr. 2 hjá berserkjum. Þannig að já, alltaf erfitt að byrja á móti brösulega sko. Þannig að já, ég held að þeir mæti bandbrjálæðir til leiks. Já, mér skilst að Öddi sé að spila inn á í staðinn fyrir Opal on top. En já, þannig er það bara. Þetta verður spennandi. Ilios til dæmis, spennandi fyrsta map. Hægt að spila mikið, þetta er frekar svona dive heavy map. Og ég veit til dæmis að draugar, þeir fíla mikið svona Doomfist komp. Þeir eru mjög grimmir á því sko, spila það mjög vel. Og á meðan berserkirnir, þeir eru þekktir fyrir að þeir geta að fara á dífu sem er virkilega sterk á Ilios mappinu sko. Þannig að já, verður spennandi að sjá hvernig það þróast. Mér sýnist bæði lið vera bara tilbúin. Þannig að já, ég held við förum bara að skella okkur inn bráðum. Já, verður gaman að sjá. Ég verður að afsaka, ég er með smá kvef sko, þannig að ef röddin er eitthvað skrítin, ég verður bara að fyrirgefa það. Það er bara eins og það er. Já, við byrjum sem sagt á Lighthouse. Það sem þeir berjast þennan punkt hérna. Þetta er til dæmis mjög sterkt map fyrir dífu. Og fara eitthvað svona dífukomp er sterklega eitthvað sem ég býst við frá berserkjum allavega. Ef ég ætti að giska, þá myndi ég segja að þeir væri að fara á dífukompið. Á meðan draugarnir, þeir eru bara eiginlega 150% að fara að spila Doomfist. Ég þekki þetta lið og veit hvað ég gera og Viki hann er rosalega góður á Doomfistunum. Það verður bara síðast eins og er. Það verður spennandi, herðu, nei, það er Winstonin að koma út í berserkjum. Þeir ætla að fara Winston komp sem ég fíla. Það er alveg sniðugt sko. Við sjáum þeir eru með Önu Brygg sem baklínu á supportunum. Það er mjög svona stabíl baklína, þeir geta lifa af mikið og mikið healing output. Og það verður mikil vinna fyrir Guttix á brygginni að reyna að halda baklínuna á lífi á móti Doomfist.
Sjáum hérna draugarnir eru svona mjög svona mikið dæf. Þeir eru á Genji, Tracer, komast hratt inn, komast hratt út, geta dæfað. Já, þá er þetta komið í gang hjá okkur. Við sjáum að bæði liðar frekar vartkár í byrjun. Viki er í rauninni bara svona að fóta, nú fer hann inn, opnar þetta en fer strax aftur út. Ekki mikið að gerast hérna akkurat núna, en það kasta nade og hún er stór. Og með pointu unlockast, Elma Estro er tekin út af förunni. Þeir eru einu færri núna, draugarnir. Það er enginn farin að setja pressapunktinn og við sjáum núna að það var Wildpants sem byrjar að pressa baklínuna. Og Snella þarf að recalla, það er ekki gott, þetta lítur ekki vel út fyrir draugana. Viki eins og það tekur út að setja, en hann fellur sjálfur. Það er enginn komið punktinn ennþá sem er mjög áhugavert. Mér sýnist draugarnir þurfa að bakka, jú, Öddi fellur hérna. Draugarnir þurfa að bakka og berserkir eru komið með stjórnarpunktinu fyrst. Virkilega mikilvægt að vinna þennan fyrsta bardaga. Þannig að nú fá þeir aðeins að labba aðeins framar, feta sig aðeins áfram og reyna að stjórna plássinu. Reyna að gefa draugunum ekki frítt pláss hérna. Já, við sjáum Wildpants er sofandi núna. Getur ekki gert mikið þegar hann er sofandi. Sjáum þeir eru, herðu, hann er bara tekinn út hérna. Lítið stuðningur sem hann fekk hérna. Og meðan að setja er að vera mjög pirrandi á baklínuna. Við sjáum báða Tracerarnar eru að berast á point. Hvað gerist hérna? Þeir ríka allt í búntinn, berserkirnir. Þeir er alltaf ekki að gefa þetta frýtt. Þeir eru 2 mönnum færri eins og staðan er núna. En Snella er að tefja þetta eins og hann mögulega getur. Keypti hann nokkur prósent fyrir liðið sitt. Virkilega vel gert. En við sjáum núna að draugar eru konum með punktinn og byrjar að teka hann yfir þá. Sjáum að berserkir, þeir eru komni með nano. Þeir eru með fyrsta öll leiksins sem er alltaf stór. Spurning hvort þeir geti fengið eitthvað value úr tímis. Líklegt að þeir reynið að nano af Wildpants. Og hann farið þarna og hoppi á baklínuna. Sjáum hann svolítið vera að leita að því. Kemur út hérna. Þeir ná að skjóta aðeins tilbaka en er það nóg? Já. Virðast þeir að lifa þetta ágætlega af hérna. Snella tekur út Gulls hins vegar. Og pulsebombar Elma Estro. Virkilega vel gert. Wildpants fellur. Öddi með 2-faldan puls. Og tekur út 2. Þetta virtist þeir að tapa fyrir hérna drauga en virkilega vel gert hjá Ödda. Viki tekur síðan út sýstu 32 og þeir halda punktinum. Þetta fór ekki eins og ég held að þetta myndi fara. Virkilega klöts pick hérna hjá Ödda. Áður var Snella búinn að koma með frábært spil og taka út 2 en Öddi svaraði það bara, ég get gert þetta betur. Sjáum hérna það kemur nanoboost af Vika, hann er farin inn á baklínuna hérna. Nú þurfa þeir að lifa af nanoið. Notar Doomöld en Rally kemur út hjá berserkjum. Það er rosalega bardaðinn að lifa af Vika. En á meðan þá nægir Snella punktinu og tekur út Ödda. Virkilega vel gert hjá Snella. Það kemur út off, hann er slípaður strax. Elma Estro fellur. Hún kemur bara aðs frá að setja, hann tekur Vika. Vá, það er virkilega vel gert hjá berserkjum. Sérstaklega Snella. Hann var hérna á meðan allt liðið var að berast í Doomfist, þá læktist hann bara punktinn og kappaði punktinum. Það var virkilega stórt. Sjáum að það komi mörg ölls út í þessu fæt. Þannig að Wildpants sem er præmalið á móti Juno-öldinni á Gull. Þetta er eitt besta öll í leiknum finnst mér núna currently, þannig að þetta gæti verið automatic fight win en Gull fellur og getur þar af leiðandi ekki notað þetta öll. Wildpants præmalar, dreipur Bringilius, Elma Estro nær að taka út að setja, en Snella tekur út Ödda. Þetta er vel gert hjá berserkjum. Þeir eru að finna öll hárréttu pikkin, hárréttu tíma. Segjum við Viki er inni. Hann verður líklegast að snerta punktinn. Ná þeir að grúpa sig aðeins saman, ná þeir að fara draugarnir, já. Viki snerti punktinn og út kemur Juno til loksins frá Gulls. Pulsinn tengjum við enga frá Snella. Hvað gerist hérna? Það er virkilega erfiður bardagi á point. Viki er orðinn frekar low. Nær að taka út Gultig og að setja fellu líka. Það er 4-5 hérna. Fyrir hérna, já, draugum í veir. Hvað er að gerast? Þeir eru á punktinum hérna. Wildpants reynir eins og getur. Viki fellur. Wildpants reynir eins og getur hérna að berjast. Hann er orðinn frekar low. Snella fellir Wildpants fellir loksins. Vá, þeir ná flippinu. Þetta var svolítið shaky, voru pikk í báðar áttir en draugunum tókst þetta. Vel gert hjá þeim og nú er þetta bara að loka bardaginn.
Og mér sýnist Berserkir hafa notað svolítið mikið, þeir fá engin öll seldi hérna í senasta fætinum. Á meðan draugarnir eiga pulsebomb, það styttist í nano, styttist í Ainun, styttist í Doomfist-öldið. Þetta verður erfiður fæt fyrir Berserkin að vinna. Spurning, nú fer Wild Pants á, hann komin á Wrecking Ball og snerti púntinn. Setur pressa púntinn. Það vel gert, Viki þarf að fara tilbaka og toucha móti núna. Vel gert til Wild Pants að forsa Vika frá liðinu aðeins. Viki anti-neitaður. Hann fær hins vegar nanoið. Nær hann að taka út að setja, gerir það. Það erfitt að pússa púntans með nano að Doomfist á. Það bara svoleiðis. Út kemur Ainun inn frá El Maestro. Utti tekur út 17-31, Guttix nær Utta í staðinn, þeir treyta þarna. Ainun tekur út snella. Mér sýnist draugarnir vera að sigla þessu heim. Jú, bara Wild Pants einn eftir á lífi, reynir að halda þessu gangandi en þetta var ómikið pressa. Já, Lighthouse fer til drauga. Þetta var virkilega flott maður, 99-100, þetta var mjög close og ég held að þetta seti bara svolítið tónin fyrir hvernig leik við erum að fara að horfa á hérna í dag. Virðist vera jafn, þetta var vel barist þarna. En í rauninni held ég að Berserkir hafi bara komið of mikið öldum þarna og ekki unnið fætinn sem kostaði þá að þeir þurftu að pussa inn í 4 öld á draugunum. Það var bara aðeins svo erfitt. Spurning hvort það kom einhverjar breytingar hérna. Sjáum að Setja komin á megina, ætlar ekki að vera á förunni. Ja, Reaper hins vegar. Ekki megin. Sjáum hérna drauga, þeir halda sig við frekar svipa nema bakklínan er aðeins öðruvísi. Allir Kirik og Lucio. Þeim svolítið meira svona bakklínan sem getur lifað af mikið af árásum frá til dæmis Doomfistinum og Tracerinu og eitthvað. Þannig mér finnst þetta sniðuga breytingar hjá Berserkinum. Sjáum enn og aftur, þetta byrjar frekar rólega, það enginn að leita af einhverju early times. Sjáum að Viki anti-aður. Genji, El Maestro og Genji er farin inn. Viki tekin út snemma. En að Setja fellur hins vegar. Sjáum að Utti þarf að nota recall. Getur ekki verið inn í fætinum. Nú þarf Wild Pants að taka plássið sem býðist hérna. Og þeir þurfa að gera þetta allir saman sem lið. Við sjáum að Wild Pants gerir nákvæmlega það, tekur út Gunst, snella dreipir Utta. Bryggilius lifir á point með 1 HP. Þeir ætla ekki að gefa punkti strax. Við sjáum hvernig Viki að reyna að ná okkur út hérna. Nærti ekki. Vel spilað hjá Berserkjum. Þeir bara tóku sér rólega. Biðu bara eftir, reyndu að refsa Vika svolítið sem þeir náðu. Tóku síðan plássið hægt og rólega. Vel spilað. Virkilega vel spilað. Ja, nú er Viki að leita af dæfinu, hann farinn djúpt inn. Hann á hérna System 32. Þeir eru komnir 3 á hann nær Mega hins vegar. Á ótrúlegan hátt virðist hann vera að lifa þetta af. Nei, þetta alveg magnað. Virkilega flott dæf, en það var bara ekki nóg. Gunst ein eftir á punktinum. Og fellur. Vá, þetta var rosalegt að hann lifir hérna. Hann var alveg bara, ég get svo svarað að hann var svona 4 HP. Nei, einhvern veginn nær hann að taka healthbackinn. Virkilega vel gert. Sjáum að Wild Pants hoppa núna inn. Hann er að reyna að pressa á aðeins. Ekki leyfa hann að labba svona inn frýtt eins og ég gerði í síðasta fæt. En þeir virðast bara að vera að hunsa Wild Pants hérna á Winston. Þeir nei, hann nær nanoinu. Útkoma bara 3 öll sérna. Bleiti frá El Maestro. Hann er 1 HP. Næs að taka út Guttix. Utti tekur snella. En hann fellur. Þetta er 2 á móti 3 hérna. Ok, að Setja þarf að nota reytið sitt sem er aldrei gott að Reaper. Hann tekinn út, bara Wild Pants eftir. Náður að taka hann út. Spurning hvort að Wild Pants vilji nota eftir sitt hérna. Hann gerir það, hann ætlar að reyna á Gunst. Hún teleportar í burtu og flippið text. En snella tekur út Bryngilius. Gunst er 1 HP. Nú er engin healer eftir fyrir draugana. Þeir neyðast held ég bara til að bakka út hérna. Viki neitar þess að gefast upp. Bara endalaust pressa frá honum. El Maestro er tekinn út. Hann fer inn með öllinu. Viki notar Doomfist-öll. Fer inn með öllinu. Nær engum. Sjáum að þetta er núna svona 4 á móti 5. Viki tekur út Guttix sem fellur sjálfur. Alveg ótrúlegt að sjá. Bryngilius þarf að bakka. Nei, þetta er Ajax hjá Bryngilius.
Reynir að nota beatin þarna, nær því ekki. Og þetta er það sem við köllum í bransanum Ajax. Shoutout Egill Ari. Já, þetta verður erfitt öll núna fyrir draugana. Þeir eru að fá Kiriko öll sem er rosalega gott öll. En að setja með Reaper öllið sitt. Poppar í snemma pointinu. Þannig að enginn geti snert en þeir náði samt. Snella er fallinn og nú kemur Kitsune alltaf point. Það er mikil pressa núna frá draugunum. Þeir eru raunar neyða og að berjast í Kitsune öllinu. Þeir þurfa bara að bakka berserkirnir. Mjög nálægt hjá berserkirnum að klára þetta út en Kitsune ölti var aðeins svo sterkt. Reaper ölti, ég skil hugsununa þarna. Að reyna að láta á snerta punktir inn í Reaper ölt en þeir eru með Doomfist og eitthvað sem gátu bara að lifa af nógu mikið til að snerta punktir. Stór nade hérna, hitti báða supports. Spurning hvort berserkir geti follow upp á því, mér sýnist ekki. Þeir ætla bara hægt og rólega að taka spaceið. Utti tekur út snella hérna. Þetta er alveg, herðu, og pulsebombar System 32, virkilega vel gert hjá Utta. Nú er bara fætin búinn áður en að byrjaði. Alveg rosalega gaman að fylgjast með þessum Tracer playerum. Þeir eru alveg búin að vera, bara að hafa mikil áhrif á leikinn, sko. Wildpans fellur hérna og nú er þetta orðið svolítið stressandi kannski fyrir berserkina því að við erum að nálgast last fight territory. Þeir þurfa að fara að vinna fight hérna. En, aftur á móti, góða frétti fyrir berserkina er að þeir eru að fá frábæra öll. Þeir eru að fá Rally, þeir eru að fá Nano, þeir eru að fá Primal. Aftur á móti er El Maestro með Bladeið og Vicky er að fá Doomfist-öltið. Doomfist-öltið er nú ekki talið vera sérstaklega gott en Bladeið hins vegar getur gert eitthvað. Og þá kemur Bladeið frá El Maestro á baklínuna, hann er stönnaður bara út úr því. Vicky nær hins vegar takk út System 32. Hvað er að gerast? Guttix er að berjast hérna með rallyið sitt og armorið, hann er bara eins og einhver Raidboss hérna. Það er 4 á móti 5, það er draugunum í vil. Herru, Guttix tekin út, þeir treyta einu supportbear. Trades fram og tilbaka hérna, þetta er rosa spennandi. Þetta er Wildpans og Snella eftir á móti 3. Hvað gerist? Tracer er núna virkilega low hérna, en út kemur beat frá Bringilius. Hittir bara sigreindar, sem er mjög óheppilegt. Wildpans tekur út Utta. Bringilius og Vicky er að berjast hérna, reyna að halda þessu lífi. Það er nóg eftir að heldi hjá Vikka, hann getur bara staðinn. Hann er Kýli Gutti sem er að bonnið því en lifir af. Ekki fellur, herðu! Berserkir kappa punkturum. Þetta var rosalegur bardagi hann í lokin, ég vissi ekkert hvernig það var að fara. Virkilega óheppilegt hjá Bringilius, hann hitti bara sjálfa sig með þessum beat en hann auðvitað er bara að reyna að ná að nota öltið sitt áður en hann deyr. Þannig að það var mikil óheppni. Vá, ég líki leiki sem við erum að fá gott fólk. Þetta er alveg bara að fara alveg bara að endalínu, sko. Bæði möppin eru búin að vera 9900 sem segir svolítið hvað þetta er búið að vera, já. Ég held að þetta er, já, loka mappi núna. Þetta er Ilios vel, þetta er klassík. Spurning hvort við fáum að sjá okkur á Lucio. Mér sýnist berserkir, nei, draugar segi ég, ætla að vera með Lucioinn. Hann er hættulegur, það er svona pick potential í honum, getur búpað ykkur og nýjan hann stóra pitt í miðinni. En aftur með að bara bæði liðir að halda sama kompi og þeir voru að spila á mappinu á undan. Þetta er bara mirror aftur. Við sjáum að liðin er að berjast pláss hérna hægra megin í búrinu, cage-inu eins og það er kallað. Það er mjög gott að stjórna þessu svæði en mér finnst margir í berserkinu vera orðið low, já, sem þeir eru og nú kemur bara dæmið. Það er bara kert yfir á hérna. Það er nefnilega varasamt að taka of mikið damage svona snemma á móti svona mobile liði eins og hérna draugarnir eru að spila. Þeir geta ferðast langa vegalengd á mjög stuttum tíma og þú ert eiginlega í rauninni aldrei öruggur neins staðar þar sem þú ert. Við sjáum að nú kemur út Junker Queen hjá berserkjum. Ég verð að segja að ég fíla þetta svolítið. Það er bara spurning hvort þeir ná að komast á eitthvað target saman sem lið berserkirnir. Það er, ef þeim tekst það, þá eru þeir í góðum málum. Aftur á móti ef þeir komast ekki inn. Þetta var fallegur hnífur hjá Wildpans, tekur út Utta snemma. Þeir setur drauga í erfiða stöðu, þeir eru einum manni færri. Við sjáum Vikka, hann er bara nýjast á baklínunni hérna. Þeir þurfa að standa saman og verjast honum, sko, því að hann er stór hættulegur hérna. Tekur út System 32, þannig að það er 4 á móti 4. Ég myndi segja að drauga var með betra piki hérna og þar að leiðandi myndi vinna hann í fætinu. Utta er fallinn aftur og nú er stygt í að System 32 komið aftur og það var þetta 5 á móti 4. Já, Vicky er farinn af mappinu, ekki veit ég hvað gerðist þarna. Það er alltaf slæmt að missa tankið sinn og
mér sýnist Berserkinn á flippinu hérna. System 32 tekur út El Maestro, ágætt staggir á þessu. Þannig að nú svolítið langt í El Maestro að koma aftur í bardagan. En þetta er spennandi. Þetta er spennandi. Sjáum að draugarnir labba hérna inn. Þeir vilja berjast í þessu cage. Þetta er mjög gott svæði fyrir Doomfist. Sama Wildpans þarf að nota Shouty sitt á Queen til að hjálpa liðinu sinna að lifa. Það kemur út Blade og Beat. Það ætti bara að vera nóg til að vinna þennan fight. Það var bara aðeins svo mikið pressa fyrir Berserkina. Þar á móti voru góð öll notuð þarna frá draugum. Og Berserkir komið tilbaka með bara frábæra öll sjálfur. Þeir eru með rally, þeir eru styttist í nano, þeir Pulse Bomb. Við erum búin að sjá hvað Snella getur gert með þessar Pulse Bombs. Stórhættulegur. Að setja tekur út Bryngilius. Virkilega gott pick. Virkilega gott pick hjá Berserkjum. Nú eru þeir enn og aftur 4-5 draugarnir. Þeir nota rally hérna sem neyði Vikka í að nota ölti sitt. Sjáum hvað hann getur gert eitthvað með því. Fer aftur inn. Snella tekur út auðta. Vikki er orðinn virkilega lóðpunktinu. Fellur hérna. Herðu! Bryngilius með búbi í pittin. Ég sagði ykkur þetta. Hvað sagði ég? Sjáum að draugarnir, þeir eru ennþá að berjast en er ekki með punktinn sko, sem getur verið svolítið varasamt. Herðu! Þá kom út Queen-öll, Reaper-öll, Kitsune-öll. Wildpans tekur út Bryngilius að setja fellur. Wildpans tekur út Guts. Engin supportar fyrir draugana. Þeir verða núna bara að bakka og reyna að taka 5-5 alveg fight. Spurning hvort þeir ná staggirinn hérna, hvort þeir ná að drepa El Maestro. Hann er orðinn virkilega lóður, mér sýnist hann halda lífi. Enn og aftur Tracerarnar að berjast hérna. Eins og brjálæðingar. Það eru engin ölls online nema að Berserkir, þeir eru að fá Pulse og þeir eru með Nano. Sem er algjörlega fighting nörd og Biggi fellur snemma hérna. Það lítur ekki vel út fyrir draugunum núna. El Maestro fallir líka, þannig að þetta er 3-5. Út kemur Nanoið á Tracerina. Hann getur ekkert gert með þetta Nano, bara því miður. Ég veit ekki alveg, eitthvað miscommunication þarna. En það verður bara að hafa það. Hörðu! Snella stikkar hérna auðvitað á Tracerini en neyður út recallið sem er alveg virkilega gott fyrir Berserki. Eða Tracerin ekki með recall, þá er hægt að drepa hana. Við sjáum að Wildpans er bara að lappa hérna á baklínuna, tekur út Bryngilius. Vikkin sér, tekur út System 32. Þetta er spennandi, þetta er 4-4. Bæði lið búin að missa 1 support. Styttist í Doomöll hjá Vikka, Blade hjá El Maestro. Þeir eru svolítið low í draugunum. Spurning hvort þeir geti lifa af hérna. Það er bara Guts sem þarf að vera pump út healing. Snella tekur út auðta. Hvað er að gerast hérna? Út kemur Blade, hann er tekið strax út, nær engu með þessu. Það virðist vera enginn sem portar á lífi fyrir Berserki. Jú, hann er komin aftur á móirinni, System 32. Nú kemur Beati frá Bryngilius, Vikki tekur út System 32. Það er bara að setja á Wildpans núna eftir á lífi. Fer að point, passa sig á stínaninu, verða að vera á punktinum. Þeir ná flippinu, bara 5% eftir og setja tekin út. Hún kemur Queen-öll, hittir 3. Er þetta nóg? Minna að finna eitthvað picks hérna með þessu. Það er spurningin, þeir verða að stetta punktin. Gutti skerir það, Lucio bestur. Vá, þeir skipta á support. Wildpans er alltof low hérna, tekin út. Það er Kitsune þess að point fyrir draugana. Þetta er aðeins mikið pressa heldur fyrir Berserkina. Þetta er aðeins mikið pressa, System 32 reynir að klóra í bakkinn hérna með eitthvað touchi. Gengur ekki og draugar sigla þessu heim. Taka fyrsta mapp, 1-0 draugar. Vá, þetta var rosalega fight og ég verð að segja að þetta leit mjög illa út á tímabili fyrir draugana. Það bara var eins og þeir var að fara að tapa þessu. Verð að segja, en einhvern veginn náðu þeir að klötsa upp í rauninni. Sjáum þetta play the game í El Maestro. Ghost-dassin hérna. Þetta er einmitt það sem Genji er mjög góður í þegar allir eru stakkaðir saman og klára þessi low HP target. En já, þetta var rosalegt fyrsta mapp. Við hefðum eiginlega ekki getað beðið betra fyrsta mapp. Öll 3 mappin voru 99-100 og bara, þetta hefði í rauninni getað farið bara á hvaða hátt sem er. En það voru aftur á móti draugarnir sem náðu að klötsa þetta upp. Er ég komið kókaster eða? Hvað er að gerast þetta? Góða kvöldið! Já, ég kom með kókaster. Þú vilt kannski kynna þig? Já, heyrðu, ég er Kít og afsaka ég er sein.
Já, hún fær þessi gladdan en þú mistir af rosalega miklu. Þetta var rosalegt fyrsta mapp, sko. Já, ég náði að sjá allavega endan á fyrsta punktinum og rest. Já. Þetta var brjálað. Já, þetta var bara, hefði ekki getað verið meira close og eins og ég var að segja, hefði getað farið báðar áttir og ef að þetta er að setja tóninn fyrir, þú veist, komandi rimmu hérna, þá held ég að við séum bara í góðum málum, sko. Spurning hvort ég fara að ná í pop og eitthvað og halli mig bara tilbaka hérna og njóti. Já, herri, ég held að það sé bara besta mál, endilega farðu í það. Já, nei, ég kannski á eftir auglýsingarhlíðinu. Já. Ég þarf að halda fólkinu entertained hérna. Nákvæmlega. Það verður spennandi að sjá. Nú eiga náttúrulega berserkir, þeir eiga að velja mapp og mér sýnist mapp ekki vera komið. Og það er Runasapi. Það er hérna push mapp. Og já, Runasapi er nýjasta push mappið í hérna katalóginum sem Overwatch er með. Og já, mjög fallegt mapp. Hvað finnst þér Runasapi, Keith? Jú, mér finnst það svakalega fallegt. Litirnir í því eru svakalega fallegir. Ég held að ég hef spilað það einu sinni og það hafi verið í quick play. Já. Það gekk ekki vel. Nei. Enda var þetta í quick play og það veit ekki hvað þeir eru að gera. Já, og það er náttúrulega líka alltaf svolítið hætta í push að það getur verið rosalega svona one-sided leikirnir, sko. Ef maður byrjar illa til dæmis og tapar, þú veist, langri fórystu snemma, þá getur verið mjög erfitt að vinna þetta tilbaka aftur, sko, þannig að já, þetta getur verið oft svona mjög one-sided. Mig grunar að þessi leikur verða ekki, sko, með að við það allan sem ég var að horfa á hérna í fyrsta mappinu, sko. Þetta eru mjög close bardagar allir og bara, já. Akkurat. Þannig að vonandi verður þetta ekki svona one-sided, sko. Það er líka, berserkir hafa spilað Runasapi einu sinni nú þegar og það var þeirra val. Já. Eins og núna gerir það fyrir. Já, þeir völdu núna, þeir greinilega fíla þetta mappi, eru kannski með eitthvað strött. Þannig að ég er með upplýsingar um hvað þeir spiluðu seinast. Já, viltu droppa því? Já, þeir voru á Juno Lucio. Já. Svo var Tracer, Pharah, Jungle Queen. Vá, þetta er mjög svona hratt komp einhvern veginn. Juno Lucio, allir bara á 1.000.000 kilometra hraða þarna. Þeir vilja greinilega bara hlaupa, bara valta yfir enemy team greinilega. Já, það hljómar þannig. Það er mjög fast-paced. Það var nefnilega, það var reyndar Snella, sérst, var á Tracer upprunalega. Skipti svo yfir á Soldier á einhverjum tímapunkti. Já, þetta er mjög gott mapp fyrir Soldier líka því að hann getur verið svona, það heitir að vera á off-angle, þá getur hann verið bara einhvers staðar út úr fætinum, einhvers staðar lengst í burtu bara að skjóta inn damage hægt og rólega, sko. Ég sé mörg lið vera að vinna með það á þessi mappi, sko, þannig að ég skil þetta Soldier swap kannski. En já, mér finnst líklegt að draugarnir hefur farið bara haldið við það sama, að Viki er náttúrulega búinn að vera rosalegur á þessum Doom og valda þeim miklum erfiðleikum og sérstaklega baklínunni hjá berserkjum og já, þannig að mér grunar að þeir haldi áfram að spila eitthvað svoleiðis. En já, þá erum við bara komin inn. Já, þá erum við komin inn á þetta svakalega fallega kort. Já, þetta er mjög... Ég þekkti ekki fánan hana, veist þú hvar þetta er í heiminum? Nei, ég hef ekki séð fána á þessu mappi. Hvar á ég þessu fána? Var hérna rétt á... Nei, það var bara áður en þú ferð inn í mappið. Já, þá er alltaf fáni, já. Það er alltaf fáni, sko. Ég kannaðist ekki við. Ég náttúrulega er svo... Þetta er Perú. Já, Perú. Ég ætlaði einmitt að fara að googla þetta, sko. Já, því ég er svo góður á tækninni, sko. Það er... Akkurat. Já, ég hef aldrei komið til Perú. Nei, ég ekki heldur. Ég hef aldrei bara frá til Ameríku, yfirleitt, sko. Nei, hvorki suður niður norður. Hvorki suður niður norður. Ég hef nú farið á Ameríku flekan. Já, það er eitthvað. Á staðan í Íslandi þar sem er skil á milli flekana. Já, er það hér? Það er hér, já. Það er svona brú sem þú getur labbað og þegar þú stendur öðrum meginn, ertu á Evrópuflekanum, ertu hinum meginn, þá ertu á Ameríku. Já, ég veist það ekki. Já, ég mæli með það, sko. Fínt staður. Já, ég tjekka á þessu. En það er nóg komið að landafræðinu núna. Já. Við erum komin inn. Bæði lið hérna. Við sjáum að berserkir, þeir eru að velja Winstonin með Baptiste sem er svolítið svona sérkennilegt. Ég er svona að lyfti annarri augabrún niður, ég sé þetta, en þeir held ég vita hvað þeir eru að gera.
Sjáum að, já, draugarnir eru líka að spila Baptiste. Greinilega mikið Baptiste maður. Snella tekur út auðvita snemma. Þannig að það er aftur 4 af 5. Aftur 4 af 5. Sjáum hvort þeir geti bjargað sér eitthvað hérna. Draugarnir, þeir virðast bara að vera að bakka og gefa þeim space sem mér finnst alveg sniðugt. Viki nú ekki þekktu fyrir það að bakka, það er oftast bara einn takki á hans leiklaborði, það er tvöfald off sko. En vel gert hjá honum að bakka þarna, vita að það er betra að vera með traceruna sína. Þetta er... Já, einmitt. Þetta er bara ágætlega rólegt hingað til. Já, mér finnst bæði lið vera svona frekar öguð og bara svona spila þetta hægt, en þarna sjáum við hvað er fljótt að refsa. Bringilíur tekur út sýstu 32 en snella teita tilbaka og Wildparts er að taka út Vikkan sem er virkilega stór pick. Eins og ég segi, alltaf erfitt að spila án tanks og draugar verða bara að bakka. Mér sýnist berserkirnir bara vera að ná forward spawns hérna. Spurning hvort, nei, kannski ná draugarnir að snerta, ég veit ekki. Þegar þeir verið að tala saman það núna, get ég lofa ykkur hvort þeir ætla að snerta þetta eða gefa þetta. Þeir hafa ákveðið að gefa þetta. Þá er forward spawns komið til fyrir berserkina sem er virkilega stórt. Við sjáum þá róast svolítið niður en Kapping er í lélegri stöðu og þeir þurfa að nota lamp en Elmaestro fellur. Þeir ná ekki að refsa Kapping hérna. Virkilega flottir lampi á Loga. Og út kemur Nanoið á Vikka og nú þarf Vikki að fara að valda einhverjum usla hérna. Þarf að ná í picks, hann nær að finna Loga. En virkilega vel gert hjá Vikka. Og við sjáum Wildparts hoppar út, low HP. Það er stórt hæ nún, mögulega frá Kapping en Vikki kýlir hann bara út úr þessu. Draugarnir náðast nú eins og við Nanoði á Vikka var þar mjög mikilvægt. Já, það er bara svoleiðis. Þá eru draugarnir að reyna að verja tilbaka. Þetta er einmitt það sem ég var að tala um. Það var erfið byrjun fyrir það og nú þurfa þeir svolítið að vera svona klór í bakkan. Já, það standa sig samt svaka vel. Bæði liðin mér finnst þetta svaka flott byrjun hjá Berserkir með þetta. Já. Algjörlega samanlega. Þeir voru mjög agaðir svona, þú veist, voru ekkert að svona forsa hlutina. Já, og líka voru ekkert hingandi en eitt svoleiðis. Þetta er bara þeir greinilega með plan. Já. Já. Nú komu út öll, það kemur Window og Juno öll frá Berserkjum sem eru Juno öll er náttúrulega bara fight winning öll. En Vikki nær að taka út Kapping og Opan tekur út System 32 og Vikki tekur út Snella. Wildparts poppar Primal Rage hérna til að einhvern veginn ná að bjarga sig fyrir sitt lið en hann er 1 á móti 4. Það verður virkilega erfitt fyrir hann að finna kill en hann gerir það eins og þar. Tekur út Baptiste, kemst mögulega út ef Vikki er ekki tilbúin að leifa honum út og nær að drepa hann. Og sem þýðir að, já, nú draugar bara konum með forvarsmann líka. Leikar eru ekki alveg jafnir út að draugar þurfa að íta payloadinu aðeins lengra áfram til að ná forustunni á þessu mappi. Vikki notar öllu sitt, Snella nær að taka út Elmaestro og mér sýnist Berserkir ætla ekki að leyfa þeim að ná forustunni þarna. Nei, flott endaloka á þessari viðureign hjá Berserkjum. Já, þetta var vel gert hjá þeim. Það er sérstaklega heppilegt að þeir eru ennþá með forward spawnið. Já, mistu það núna, þannig að þessi þeir sem dói hérna á Opal og Bringilífis, það verður langt þá til við fáum að sjá það aftur í bardaganum, sko. Sem þýðir að mér sýnist Berserkir geta bara bætt aðeins við forustu sína. Kapping er hérna mjög gráður ef svo mætti segja, en þeir ná ekki refsunum. Þannig að hann kemst út með líf sitt, þannig að kannski var þetta ekki græðki, kannski var þetta bara vel gert. Það er náttúrulega list að reyna að vera eins gráður og maður getur án þess að vera að refsa fyrir þetta. Það er mikið rétt. Wow! Frá Kapping, bara á auða. Það er bara að nota öllin til að drepa. Þetta var óheppilegt fyrir drauga því að fætið er í rauninni ekki byrjað. Nei, og meðan eru Berserkir bara að íta karakterinu lengra og lengra. Bæði Dragon Blade bara hérna út. Sport getur náð meira value með sínu. Hérna þetta að segja, en það drápi báðir sikur á Baptiste. Þetta er mjög svona mirror alltaf einhvern veginn. Það sem þeir eru að gera. Þetta er svakalega jafnt. Já, en þeir draugum tekst að stoppa hérna pulsið, já. Bringilíus slípar á Wildpartsina á bottanum. Já, þeir eru Wildparts, já, þeir bara á bottanum og já, ég meina þetta var bara virkilega gott puss hjá Berserkjum. Þeir ná bara miklu fleiri metrum á forustunum sína. Já, og áhugavert að sjá hérna í framhaldinu bara
af því að berserkir eru með þessa fórustu. Já. Draugar þurfa að íta dálítið vel langt. Já. Það er rétt. Það er alltaf svolítið erfitt. Við sjáum að El Maestro er komin yfir á Reaper en aðeins mögulega til að reyna að halda Wildpants í skemjum. Það virðist vera að valda svolítið mösla hérna. Það kemur út Primal Rage á Wildpants, hann var alveg að fara að deyja en á öllu sitt, svona, get out of jail card. Og Juno-öldi kemur út frá berserkjum, þeir ætla greinilega bara að vinna þennan fight, þeir ætla sér að gera það. Sjáum að Mikki kýlir hérna 3, virkilega mikið damage á þessu. Hann er að berjast hérna við 3 manns, herðu, draugarnir. Þeir snúi sig við þetta. Það er alltaf svolítið erfitt að fylgjast með þessu vegna þess að Vikki er að berjast við 3 gæja og síðan er Wildpants og Snella einhvers staðar annars staðar, þetta er mjög svona chaotic fighter oft, sko. Þetta er mjög allt út allt, já. Já. En einhvern veginn er það að virka, kannski er það málið. Berserkir ætti að vera bara meira saman, ekki vera að leyfa draugum að splitta sig. Það held ég, kapping hérna með virkilega gott pick af El Maestro. Þetta er að þið verða án Reapers hérna í þessum fight og munu líklegast ekki ná fórustunni nema eitthvað magna gerist hjá draugunum. En þeir voru svona, þeir eru byrjað að ógna. Þetta er alveg fram og tilbaka. Windowinn kemur út frá loga. Spurning hvort hann hafi verið nauðsynlegur að sem voru komið með 2 góð pick en Windowinn kom út, enga síður og þetta tryggiði þeim allavega fightinn, 100%. Þetta er alveg fram og tilbaka maður. Rosalegu leikur sem við erum að sjá hérna. Já, það verður áhugavert að sjá hvað berserkir ætla að gera. Þeir eru með engin ölls núna en það styttist í bæði DPS-öldið þeirra að meðan Drinkilegius er með þetta nano finnst líklegt að það muni ennþá virka en kannski, en þeir þurfa það kannski ekkert. Nei, þeir þurfa, þeir hafa talið sem að þeir hafi þurft að og Vikki nær þá að klára þessi pick að meðan fór Wildpants bara á bottan og náði forward spawn fyrir liðið sitt þannig að en Snella er staggiraður svolítið hérna, deyr frekar sitt þannig að já, hann verður smá seitt. Nú þurfa draugar að gera eitthvað. Það hefði verið hentugt fyrir þá að geta spara nanoið og eiga það núna en aftur á móti þá fær maður ekki allt sem maður vill alltaf. Sjáum að Vikki er að reyna að taka út sýstu 32 á Juno hérna og hann næst því ekki en Snella nota bleitið og tekur út Opal hérna og auðvitað á meðan Vikki og El Maestro á meðan þeir eru bara að rífa taglínuna hjá berserkjum í sundur. Þetta er mjög einmitt, það eru 2 pick, annar liðið nær 2 pickum og meðan þá eru bara einhverju 2-3 alltaf úr hinu liðinu sem ná pickum á móti, þetta er alveg rosalegt að sjá. Já, tók eins eftir þegar El Maestro skipti yfir á Reaper, allt í hennu var bara komið í killfeedið. Já, þetta er einmitt líklegast til að vera einmitt að halda Wildpants í skefjum því að Reaper er mjög góður inn í Winston. En þetta er mjög stressandi núna, þeir missa bæði 1 DPS, þeir þurfa að vinna þennan fight til að ná fórustin aftur en mér sýnist Vikki að bakka aðeins, þeir eru einu fleiri núna þannig að mögulega geta þeir aðeins reynt að regrúpa og taka betri fight. Sjáum að Auddi er núna að kýtla hérna baklínuna hjá berserkjum en hann fellur, Auddi fellur. Virkilega nálægt í að taka fórustin aftur, draugar. Svo kemur út Juno-öldi frá System 32, það ætti að vera nóg og Windowina ætti að vera nóg til að tryggja þeim hennan fight en maður veit aldrei segja aldrei með þessi lið, sko. Mikil pressa hérna, Opal fellur, út kemur Nano og Reaperinn. Hann vill taka út Wildpants en Wildpants gerir vel að lifa, hann lifir reyndar ekki en lifa svona lengi allana. En nú fellur El Maestro og já, ég meina berserkir eru í góðri stöðu verð ég að segja, þeir eru með lítið og eru að íta bottanum virkilega langt inn á svæðið hjá draugum. Þannig að þetta er svolítið hátt fjall sem að draugar þurfa að klífa en þeir eru að fá góð öld, þeir eru með Window, styttist í Reaper öldið og Vikki er með Doom-öld. Þannig að það er að takt í þessu. En þeir þurfa að vinna allavegna 2 bardaga í viðbót til að eiga sens á að vinna þennan leik. Ef ekki 3. Já, ef ekki 3, jafnvel 3 sko. Við sjáum að El Maestro tekur út Snella, en Drinkilegius fellur hjá draugum sem er virkilega slæmt. Þú vilt vera með unna hérna í þessum fætum sko. Sjáum að þeir eru að spila frekar hægt. Vikki er að reyna að taka út Loga, þarf að nota lampan og Logi fellur. El Maestro nota Reaper-öldið á Wildpants sem er orðinn virkilega low. Kapping tekur út Audda og Wildpants fellur.
Sama kapping deyr frekar seint. Þetta í alvörunni lítur ágætlega út fyrir drauga, ég verð að segja. Þeir eru með Lucio Bap, þeir eru 4. Já, þeir eru 4. Já, þau þurfa samt bara, sko, ok, þetta er nú ekki langt að fara. Nei. En þetta fæð er að fara að vera eitthvað. Já, hérna snertir Snella punktin, hann þarf að vera á þessu, þá til að Wildfans getur komið. Brynkilíus setur mikið til pressu, reyna að taka hann út, það kemur lampinn út frá draugum, báðir lappa farnir, Wildfans nota Primal Rage, hann er að fleygja þeim hérna, Opal fellur, leitið út, kemur frá Snella, hann er orðið mjög low, nægir ekki að slæsa neitt með því. Nú kemur Juno eftir líka, þetta eru virkilega góð öll út frá berserkjum og eiginlega bara magnað að draugar síðan það berst þarna. Viki tekur kapping, það verður bara Elmaestro eftir sem nær ekki að gera þetta og berserkir jafna leika 1-1. Og þeir vinna mappið sem að þeir völdu. Já, það er bara vel gert, það er það sem maður vill alltaf gera þegar maður á að velja mapp. Já, ef þú ert að velja mappi, þá allavega þarf það að vinna það sko. Já, Viki mun play of the game. Þetta er svolítið svona opnara mapp en Ilios var, þannig að Viki var kannski ekki alveg að frýr en samt sem áður virkilega vel spilað á honum. Sjáum bara pressuna hérna sem hann er með á baklínuna, þetta er alveg rosalegt. Í rauninni sko, í þessu loka fight voru bara, berserkir fengu bara í rauninni of góð öld, þú veist, fyrir drauga til að berast við. Já. Þetta Juno öld í overtime fight, það hérna er náttúrulega bara rosalega erfitt að vera að berast eitthvað inn í því sko. Nákvæmlega. En þetta er í fyrst skipti sem að draugar tapa rándi. Já, það er bara fyrsta mappi sem þið tapaði í mótinu. Fyrsta sinn, já. Já, það er rosalegt. Núna fáum við að vita og sjá hvað þau velja. Já, það verður spennandi. Mér finnst líklegt að þetta verði eitthvað svona dive orientated map. Já, erum við ekki bara að hugsa Kings eða? Er það ekki venjulegast það sem að fólk vil? Jú, reyndar. Ég veit til dæmis að nú spila ég í Úrvalsdeild og þar er Kings Row ekki mjög mikið valið, en ég veit að hérna í opnudeildinni þá er mikið spilað Kings Row, það er svona fyndið að bera saman á milli deilda, en já, þannig að það geta alveg verið að við fáum að sjá Kings Row. Það er svaka munur á, þú veist, með Kings Row sérstaklega. Hún er ótrúlega mikið spiluð í opnudeild, eiginlega ekki snert í... Nei. Ég held það Dusty spilaði það. Já, var það Dusty? Já, en það var Jötun sem völdu það. Já, þeir völdu það, já. Tröll hafa líka spilað. Já. En það var val hjá einhverjum öðrum. Já, það getur verið. Já, hjá Jötun líka. Jötun hefur valið það tvisvar. Já, þeir eru mitt svona Kings Row enjoyers, sko. Akkurat. Það eru oft svona lið sem eru með svona sitt mapp og sem þeir eru svona mjög þægilegir á og vilja að spila og svo virðist vera sem það sem Kings Row hjá Jötun. Það virðist vera Rúna Sabi hjá berserkjum og nú fáum við að sjá kannski fyrsta sinn svona hvaða mapp það er fyrir drauga, því þetta er fyrsta mappi sem þeir tapa og þá fyrsta sinn sem þeir eru í stöðunni að fá að velja mapp. Akkurat. Og það er berserkir hafa sem sátu út round 1. Já, einmitt. En round 2 tóku það mót... Og töpuðu þeim leik, ekki satt? Nei, þeir unnið þann leik. Berserkir? Berserkir unnið þann leik. Djáknar, sem liðið sem er ekki lengur í keppni, tapaði báðum leikjum sem þeir spiluðu í round 1 og 2. Já. En berserkir sátu hjá í fyrsta og síðan tapaði á móti Bölvun. Bölvun, já. Ó, já, fyrirgeðu, já, ég var að horfa á Wilson Dálk. Ég var að horfa á Bölvun. Bölvun og Djáknar spiluðu. Fyrirgeðu. Já, á móti Bölvun þá töpuðu þau. 3-0. Já, þetta er einmitt þess að ég segi byrjun streams að þeir mæta hérna bandbrjálaði til leiks og vilja ná í sem fyrsta sigur í deildinni, sko, þannig að eins og við erum búin að sjá þá eru þeir bandbrjálaðir hérna, búinir að vinna eitt mapp 1-1 og farnir núna á næsta mapp sem er Midtown. Það er greinilega pikkið hjá draugum. Pikkið hjá draugum. Ég er með upplýsingar berserki Midtown og ég sjá hvort ég sé með fyrir draugar líka. Já. Nei, ég er bara með upplýsingar berserki í Midtown. Já. Þeir draugar hafa þá ekki spilað Midtown í þessari deild. Nei. Þau hafa ekki spilað mappið hingað til. En þau náttúrulega, þau völdu aldrei möpp.
Nei, nákvæmlega, þannig að, já. Og- Það verður spennandi að sjá hvað, þú veist, hvaða strött þeir eru með hérna á þessu mappi. Algjörlega. Og mér sýnist Berserkir ætla að velja defense. Þau á defense hafði verið að spila Juno, Sojourn, Baptiste, Orisa og Torbjörn. Og Rissa, er það þá Guttix sem fer á tankinn eða? Þegar þau spiluðu þetta áður, þá var Já. Wild Pants á takkinum. Ok. Ég veit að Guttix er, hérna, hann er svona á Rissu en Jöður, sko. Hann er, mig grunaði að hann væri kannski á þessu, en hann er náttúrulega búinn að vera flottur á supportinum núna. Hann er náttúrulega tankplayer upprunalega, sko, þannig að hann virðist vera búinn að færa sig svolítið yfir á supportin hérna. Já. Búinn að vera að spila það. Og Wild Pants líka búinn að vera flottur, þú veist, ég sé ekkert að þessari breytingu, sko. Nei, algjörlega. Spurning hvort að, já, þegar mér sýnist í seinasta mappi þá voru draugar að spila með baklínu hérna Opal og Brynkilius og Gutst sat á bekknum. Nú er Gutst kominn aftur inn í staðinn fyrir Opal, þannig að líklegt að það sé Gutst og Brynkilius baklína. Og já, hjá Berserkjum var eitthvað breyting sem ég tók ekki alveg eftir en ég mun komast að henni. Já, það var... Já, þeir tóku Loga út sem sagt og settu Já. Guttix inn. Já. Initiating match. Já, Midtown, þetta er svona frekar versatile map, myndi ég segja. Það er hægt að spila mjög mikið hérna. Það er hægt að spila spam, svona long range, sigma hans og eitthvað þannig. Það er hægt að spila dæfið líka. Það getur verið svolítið erfitt á svona sumum stöðum á mappinu að vera að dæfa. Síðan er hægt að spila þetta rush, þú veist, þetta er mjög versatile svona. Það er Þetta er svaka fjölbreytt, já. Já, fjölbreytt. Ready Einmitt. for battle. Þú þýðir bara ensku sletturnar mínar alltaf. Ég mun reyna mitt besta. Ég Já. er ekki góð í íslensku heldur, þannig að við vinnum í þessu saman. Já, ég finnst það alveg, ég sletti alveg rosalega mikið. Ég er að reyna að venja með þessu, sko. En, Ég líka, þetta er ótrúlega erfið vinna, sko. Já, það er hægara sagt en gert, sko. Já, ég mæli með fyrir það sem eru að horfa að lesa bækur á íslensku. Ég gerði það ekki og er að finna það fyrir því núna. Ég kann ekki íslensk orð, ég er ekki með íslenskan orðaforða. Nei, einmitt. Eitthvað er að fara að gerast hér. Engin breyting. Þetta er bara, já, klassískt. Þetta er classic. Þetta er klassíkt. Attack. Já, við sjáum að draugar þeir ætla að halda sig við það sama. Það er auðvitað engin sjokkir þar í rauninni. Wild Pants er á Winstonunum. Þeir ætla að fara svona í dæfið. Kapping er reynda frekar splitt hérna og Viki einmitt. Hann elskar að sjá svona target sem eru að spila aðeins frá liðinu sínu. El Maestro fellur snemma hérna, var hittur með Dynamite og síðan er Echo Beamin alltaf góður í að refsa. Við sjáum hérna að draugar eru búin að taka hérna vinstra húsið hjá punktinu. Og Gunst er reynda tekinn út en Viki tekur út Guttix í staðinn. Stella fellur, Kapping fellur líka. Þetta er 2 móti 2, Winston og Anna á móti Cassidy og Anna og í rauninni ætti Winston og Anna að sigra þetta sem sýnist að gera. Herðu, El Maestro mættur aftur og tekur út System 32 á unni. Þannig að þetta er bara núna Wild Pants eftir að point. En það eru liðsökar á leiðinni. Spurning, Wild Pants hérna, hér er í ferðalagi að reyna að lifa af hérna upp í íbúðinu sinni. En hann er að fara að geta mikið damage hérna. Hann er orðinn frekar low. Sjáum að Guttix og Wild Pants er á punktinu. Viki er alveg bandbrjálaður að reyna að refsa þeim hérna. Komið 2 tikk fyrir drauga en Gutst fellur. El Maestro tekur sér út snella. Og System tekur El Maestro. Þetta er enda opið, getur farið í báðar áttir. Þetta er 4 móti 3 núna. Kapping er þarna stór hættulegur á offangilunu og Wild Pants með gríðarlega pressu núna á baklínuna hjá draugum. Viki er orðið frekar low, út kemur Nano, Viki neyðist hérna til að bakka. Spurning hvort að ná að lifa af Nanopussið. Sjáum að Brynkilius og Ötti eru búin að vera hérna á okkur ferðalagi saman. Brynkilius deyr en Wild Pants fellur hjá Berserkjum og aldrei gott að missa tankinn sinn. Viki tekur út Kapping og er að reyna að leita fleiri picks. Sjáum að bara 1 tick eftir fyrir drauga að ná sem þýðir að þetta, já, er bara að ná því, eða hvað? Snella snertir en þetta er bara ekki nóg. Þeir ná fyrsta punkti, Viki notar ultið sitt og er að reyna að taka út System 32 sem hann nær. Wild Pants reynir að flýja hérna, hann er með hálft líf eftir. Spurning hvort hann deyr bara, já, hann deyr.
Og já, draugar ná fyrsta punkti og eru byrjaðir að íta payloadinu áfram í átta að endalínunni og vel spilað. Mér fannst þetta frekar shaky samt, þetta voru pick fram og tilbaka en þetta skilaði árangri samt sem aður og það það sem skiptir máli. Ná punktinum. Já, þetta var mjög nálægt hjá báðum liðum og þetta var eiginlega bara spawn advantage þannig í lokin. Já, í rauninni. Við sjáum að draugar eru búin að ná á bara mjög góðri stjórn á high groundinu og nú þurfa Berserkir reyna að taka það tilbaka og þeir nota Coffee til þess en hann bara tekinn út snemma. Coffeeið og við sjáum að Vicky farin á Kappi hérna. Reynir að taka hann út í Kappi lífið en Wildpant fellur eins og það. Og enn og aftur Wildpant að falla fyrstur sem neyðir bara Berserkina í að gefa ógeðslega mikið pláss. Og eins og við sjáum núna þá eru þeir bara bakkaðir inn í spawn og þurfum að bíða eftir að Wildpants koma aftur. Og hann mættur og kemur Bob frá Capping og við sáum að Bryngdís hitt ekki slípinu þannig að Bobin mun vera vakandi hérna að skjóta fólk. En þeir ná svona að fela sig svolítið baka kartið hérna. Gott hæ núna hjá Ynda til að pressa og hann nær einmitt Vicky með þessu líka. En Guttings tekur út Vikka. Spurning hvort að Wildpants nái hérna præmalega eitthvað. Capping tekur út Bryngdís líka, Wildpants klára Gutt. Og nú ná Berserkir loksa svona sigrafætt og stabilize aðeins. Ná mögulega stjórn á high groundinu og setja upp almennilega fyrir næsta fætt. Þeir virtust aldrei vera komnir aftur inn í leikinn einhvern veginn eftir að hafa tapað þarna fyrsta punktinum sko. Já, en núna er alltaf komin tímið þess að þau geta komið saman miklu betur. Því eftir þetta fyrsta fætt þá voru þeir svo ótrúlega splittaðir bara út af spawn disadvantage. Já, nákvæmlega. Það voru svona staggers og fólk að tegja sitt og við sjáum núna Vicky með gott punch og Capping og tekur hann bara út hérna. Vicky tekur út sýstir þessu, Undi nær Guttings. Það virðist sem Berserkir séu bara molna niður hérna, einn af öðrum. Og þetta virðist bara að vera point nr. 2, komið hjá draugum. Verður virkilega erfitt að snerta þennan punkt og ég efast að reyna það. Þeir hafa hins vegar ákveðið að breyta ekki spawn. Nú Guttings og System 32, þeir eru bara að fara að stakkerast hérna. System heitir þetta slípinu, ætti þeir lifið þetta af? Guttings fellur, nei, mér sýnist ekki, þetta er óverfitt fyrir það. Þetta var óheppilegt. Já, þarna í rauninni hefði bara verið best að bíða og breyta spawn. Getur sem sagt bara ítt á F þegar þú ert inn í gamla spawninu og þá teleportar þau bara í nýja spawnið sko. Akkurat. Það er einmitt til að forðast svona moment. Já. Það er ekkert allir sem vita þetta ennþá sko. Nei, þetta er ágætlega nýtt. Já. En nú Wildpants kominn á Queen og þetta er mikil combat karakter hjá honum og Nano kemur út á hann. Hann ætti að geta gert eitthvað hér. Undi hins vegar tekur út snella þannig að þeir eru 4-5 en draugar þurfa að bíða aðeins. Þeir verða ekki að fara að hlaupa inn í Nano Junkie Queen sko. Við sjáum að Vicky er komin með charge punch, hittir báða supporta hjá Berserkjum og Þeir eru komið aftur hæ núna hjá Ynda. já, Undi er greinilega búinn að vera að klikka á hausa þarna. Nær tveimur með þessu hæ núna. Og það er í rauninni að Vicky fellur sem er ekki frábært. Ég var að fara að segja það er bara lítur út fyrir að draugar sig ekki að taka fótinn af bremsunni þarna en þeir neyðast líklegast til að gera það núna þegar þeir missa tankið sinn. Þeir hafa ekki efni á því að standa mikið þarna inni án tanks, þannig að já, þá eru þeir að gefa smá pláss. Þeir ætla að fara 5 aftur inn, 5 að lim. Og já, við sjáum að taka space eftir rólega. Við sjáum að bakklínun er að spila mjög aftarlega hjá Berserkjum bara út af að þeir vita að Vicky getur refsaðum ef þeir eru of langt inni. Sjá, nú eru 2 fætar í gangi. Vicky á bakklínunni hjá Berserkjum og Wildpants er í Junkie Queen 1v1 við Maestro. Og það er að halda þeim af punktunum. Já, þetta er bara D9 svona í rauninni sko en þeir sem gátu snert Vicky og Undi búin að drepa þá. Þannig að allir voru bara uppteknir annars staðar. Já, það voru bara að gera annað. Jú, þetta var bara virkilega frændaslagur, segir El Maestro í chatið, þannig að þeir eru frændur. Þeir eru það, já. El Maestro og Wildpants. Ó, Er það ekki? já. Er það ekki það? Jú. Það er ekki rétt hjá mér. Ég er glæst. Ég þori ekki að fara með samt eitthvað rangt. Nei, ég held þetta sé rétt. Ég ætla bara að segja, ég ætla bara að fakta það núna. Já, við kíkjum að Íslendingabók 1 og seinna. Já, við græjum þetta. En já, þetta var aftur á móti frábært push draugum að kappa Midtown með 1 mínútu 52 sekundur er virkilega vel gert og já, nú þurfa Berserkir gjörsamlega bara að lokka inn
Nei, ég ætla ekki að segja það, það er sletta, ég ætla að segja að taka honum stóra sínum og já, bara reyna að, klappa, ná alla leið með Já. betri tíma, helst. Þetta er náttúrulega dálítið uphill battle hjá Berserkjum, einfallega því þetta er map pick hjá draugum og Já. þetta er augljóslega comfort hjá draugum. Já, það sást alveg bara langar leiðir, sko. Já. Þeir hafa greinilega verið að skreyma þetta og já. Attackers incoming. Þannig að við sjáum hvað Berserki gera á attack. Já, við sjáum þeir eru búin að breyta svolítið í kompinu. Þeir eru komin að Ramatra og Bastion líka sem er gríðarlega mikil pressa. Við sjáum að Kapping notar hérna Bastion-formið en það kastar nade sem hittir Brykkiliðis en herðu, þeir bara hverfa. Skipti engu máli á þeir náðu pikki hérna early. Það er bara, já, þetta er mikið pressa. Það er náttúrulega rosalegt að vera með Juno hérna ræklikið, veit ekki hvað það heitir því miður. Þú veist, Ramatra hlaupandi á þig, kýlandi þig og Bastion bara með vísmyndabissuna. Það er mikið pressa og þeir ná ekki eins og snerta. Það er bara ætla að setja upp fyrir næsta punkt. Sem að drauga þeir vilja bara stjórna hæggrandunum. Viki tekur út snella hérna og hann er að leita öðru pikki hérna. Gunst er orðinn frekar low en Viki líka og nær ekki að klára killið. Þetta er frábær byrjun fyrir Berserki, drauma byrjunum rauninni. Núna geta þeir, taka út El Maestro. Þeir draugarnir virðast vera að hrynja svona einn af öðrum sem er virkilega slæmt á þessu mappi. Við sáum það sama gerast við Berserkin áðan. Kemur Bastionati. Það reynir að taka út Udda og Uddi fellur á endanum. Þetta er bara frá slæmið í verra hérna fyrir draugana. Steamroll bara Já, þeir ná ekki að stabilisa. En ég fann það sem að secondary fire hjá Juno heitir. Já. Pulsar Torpedoes. Já, Pulsar Torpedoes. Einmitt. Þegar við sjáum hérna, Viki er inni að reyna að láta eitthvað gera. Það er engin öll komið fyrir draugana. Og reyndar engin fyrir Berserkina heldur, því að Kapping er búinn að nota sitt. Snella tekur út El Maestro. Við sjáum Wildpats er að labba núna hérna á Udda og Gunst, en þau ná að lifa. Herðu, það er DC, við þurfum líka pásu. Það þarf að pása. En pointið er kappað. The checkpoint. Og já, leiðilegt, Brynkiliðis þarna, missir tengingu eða eitthvað. Og já, fellur út. Leiðilegt að gerist líka á í svona hita momenti, en Já. Hvað getur maður sagt þetta? Það er svo sem ekki mikið hægt að stjórna því þegar Nei. maður dettur úr leiknum. Nei. En í miðju fæti, Já, leiðilegt. Og já, það í rauninni þetta leit samt ekki vel út fyrir drauga. Og þú veist, ég sagði áðan frá slæmið í verra, nú er þetta bara orðið verst mögulega. Einn leikmaður bara farin úr lobbyinu, sko. Ég man nú ekki alveg, veit nú ekki alveg hver ultimate staðan á honum var. En það sem er líka falið sem fólk pælir ekkert oft í er að þegar þú DC á leiknum þá missir allt ult-chart sem þú varst með og oft hefur maður séð, ég hef keppt mikið í mörg ár í þessu og stundum hefur maður, þú veist, einhver er með ultið sitt og DC-ar, það er alveg bara versta sem getur komið fyrir, sko. Þannig að vonandi var hann bara nýbúinn að nota ultið og er ekki að tapa mikið á því. Þetta, Já. Ég veit að við bíðum og sjáum hvort að Brynkiliðis kemur aftur. Já, vonandi. Annars eru draugar með einn á bekknum. Já. Við sjáum til. Þau eru með Opal á bekknum, tilbúin að hoppa inn. Nei, Opal, einmitt, vonandi getur Brynkiliðis bara að klára leikinn. Ég er búinn að sjá hérna í chatinu, hann er sem sagt að spila á hotspot. Það er ekki komið net, hann var að flytja eða eitthvað. Það er ekki komið net þar sem hann er, þannig að hann er að spila bara með tengingu í símanum. Það er dálítið svakalegt að vera að spila Overwatch á 4 eða 5G, skilur. Já. Jú. Já, það heyrist. Akkurat, það... Ég samt efast stórlega að það sé 5G-ráttir, en
Já. Já. Við allavega býðum bara aðeins. Við getum líka hent í stuttar auglýsingar Já, kannski frá meðan. við hendum í það. Takta á móti haustinu með allt á hreinu. Valdar þvottavélar, ryksugur, fartölvur og leikjatölvur og margt fleira á glæsilegu hausttilboði. Heimilistæki Og tölvur. Three to one okkur. Já, þetta voru geggjaðar auglýsingar maður. Vá, hvað það voru auglýsingar. Ég bara var með stjörnur í augunum að horfa á þetta, sko. Já, líka ekki gleyma að nýta ykkur þetta hjá tölulistum. Þetta er alveg góðu díl. Já, ég er sammála. Já. Það er allt að gerast hérna. Brynki Lífis er ekki mættur tilbaka, en það er sko, mér skilst og við erum með mannesku í að skoða þetta, hvort þetta sé rétt hjá mér, en mér skilst að reglurnar segja að maður megi bíða í 5 mínútur og þangað til að þarf bara að fá inn einhvern annan leikmann til að klára maður. Já, það sem við viljum helst náttúrulega er bara að klára leikinn. Já. Það er náttúrulega aðalmálið. Já. Það er alltaf svo leiðilegt að þetta gerist. Þetta er leiðilegt. En svona er lífið. En þetta er alveg, ef við tölum aðeins hvernig staðan er í leiknum líka núna, þá eru berserkir líka alveg bara í prime stöðu. Þeir eiga 6 mínútur í rauninni eftir til að ná seinasta punktinum. Og þú veist, ef þeim tekst það ekki, þá get ég ekki ímyndað mér annað en að þeir verði ímjölega svektir með þetta mapp. Síðan er líka annað að þeir voru í sóninu svolítið og núna er svona búið að pása leikinu, svona dettur svolítið úr, það er þetta hætt á því og dettir smá svona úr sóninu og svona alltaf verra þegar það er svona, einhvern veginn, svona slegin út af laginu, sko. Já, ég er komið með reglurnar hérna fyrir fram mig. Já. Ef stopp verður lengur en 5 mínútur og það er vegna þess að keppandi datt út, disconnects, að þá getur andstæðingur ákveðið að halda áfram leiknum þó að hitt lið eru færri en 6 að spila. Ef lið hafa varamann, þá má sá varamaður koma inn í miðjum leik. Já. Hlaupliðar koma inn í næsta borði, svo sem ringerar. Já. Hlaupliðar. Ringerar. Já, einmitt. Opal má koma inn. Það er rétt. Já, þú ættir að... Já. Mér sýnist þeir ætla bara að setja Opal inn og spila þá bara með Opal restina af mappinu. Verðast ekki vera alveg tilbúin að byrja en Opal er komin allavega inn í liðið og þetta er bara eins og í fótboltanum, skilur. Það er búin að 70 mínútur á leiknum og síðan er skipting og þá þarf þetta að koma inn. Þá þarf þetta bara að koma inn, skilur, bara í miðjan leik og það er oft, það getur kannski verið svolítið erfitt að vera allt í einu þurfa að koma sér í bara, í gírinn, sko. Þetta getur verið dálítið whiplash, bara allt í einu komin inn í leik. Já, en maður þarf að vera fljótur að koma sér af stað, sko. Og það er einmitt, það er núna, þá eru draugar í smá lélegri stöðu, af því að, eins og ég var að segja, það eru 6 mínútur fyrir berserki til að reyna á þessu punkti og þetta verður að vera góð vörn hjá draugunum. Það allan í versta falli reyna að kötta þennan tímabanka aðeins niður, sko. Reyna að koma fyrir neðan sig og eitthvað svona. Bara aðeins að reyna að stoppa steamrollið. Það er náttúrulega, þessi pása, maður veit ekkert hvaða áhrif svona pása getur haft á leikinn. Þetta gæti algjörlega stöðvað allt sem berserkir hafa áunnið hingað til. Eða þetta gæti bara haldið áfram eins og þetta búið að vera. Þannig að
Maður veit aldrei. En við allavega ætlum að fara aftur af stað, sýnist mér. Já, með bæði lið. Opal on top Já. sem substitute fyrir Bryggilius sem var Já. það út. Þannig að mér sýnist við bara vera að fara inn núna, 5 sekúndur í þetta og þá heldum fyrir áfram. Afsakið þessa pásu, gott fólk. Já, en nú er einmitt það sem var að gera seinast að þeir voru að kappa hérna point nr. 2 og eiga þar lendi 1 punkt eftir. Nú þurfa drauga bara að, þú veist, bara regrúpa, fara saman inn 5, ætlast að gera og spila saman hérna. Sjáum að Mikki byrjar að setja pressu á framlínuna, aðeins að kýla í wildparts. Draugar eiga nú alveg ágætt öll og það kemur út Juno öll frá draugunum. Snella fellur, það var ekki nógu fljótur að koma sér út þarna. Og ég meina, draugar eru að vinna fætina, sýnist mér. System 32 fellur líka. Mikki tekur út capping. Og já, þetta fight win fyrir drauga. Virkilega mikilvægt núna að ná að vinna fight þarna. Snemma á punkti nr. 3, svo ég geti aðeins andað, setta upp og stoppað einmitt þetta steamroll sem þú varst að tala um. Nákvæmlega. Og það er spurning, þú veist, og við myndum aldrei vita hvort að það sé bara eitthvað sem hefði hvort sem er gerst eða hvort að það sé pásin að taka. Já. Þetta er bara fyrir aftur. Já, þetta er Juno öll, Ramatra öll, svolítið bjartir litir á skjánum mínum akkurat núna. Já, ég veit ekki alveg hvað er í gangi. Nei, en þetta er mörg öll notu og þarna kemur fyrsta pick fightsins. Kappi tekur út auðvitað og það kemur Copy líka frá Snella. El Maestro nær hins vegar System 32 sem er virkilega gott pick. Þetta var næst besta pick sem þú getur náð bara á Baptistin. En Capping tekur út Baptistin á draugum og þeir eru svolítið farnir að ógna að fara alla leið bara en þeir munu vera einum færri berserkir á móti 5. Þannig að spurning hvað þeir vilja gera, hvort þeir reyni að vinna fætin eða rói þetta aðeins og komi aftur með 5 leikmönnum. Sjáum að Vikki búinn að kýla inn. Vikki í basli en hann með öll til að halda sér á lífi. Við sjáum að Wildparts á punktinum. Þeir eru auðvitað tekur kappi, þeir eru mjög nálægt í að kappa punktin. Það verður einhverja horfarar á Matra Point sem þeir gera síðan og ná að stoppa hann og við sýnist draugar ætla bara að ná að stöðva þetta push. Þetta leit ekki vel út á tímabili en þeir náðu að bjarga þessu fyrir hot. Þetta Doomfist-ultimatorna sem að lenti svo á punktinum var að gera mig vel stressaða. Þetta var alveg svona 2 sekúndna munur sko að þeir væru bara búin að kappa. Já, þetta var tæpt á sína en sem betur fer fyrir drauga þá heldu þeir sinni. Nú eru, ég meina draugar eru að fá góð öll svo ættu að geta unni allan einn fight hérna í viðbót. Ef þeir nota þetta rétt, en Gutst fellur snemma sem er ekki eitthvað sem þú vilt sjá ef þú ert drauga núna. El Maestro neyddur til að snerta punktinn og það er að standa fyrir framar Ramatra. Þeir ná að taka út Wildparts. En þetta er hins vegar, þetta er 4 á móti 4 núna. Snella inn og í sama Gutst nota Juno eftir. Og þeir alltaf komitta sínu Juno eftir berserkir en það til miður nær engu valjúi. Og ég held að Guttig sé að býta sig núna næðis í handabönginu við að hafa notað þetta. Það væri frábært að eiga þetta þegar allir eru á lífi. Og já, núna eru draugar með 3 ults, 4 í rauninni. Og þetta farið að líta ágætlega út fyrir draugana. Það er enn og aftur eru samt 2 mínútur og 10 sekúndur eftir, þannig að það getur allt gerst í þessu. En það fer að styttast í að berserkir, þeir mun ekki ná að kappa með meiri tíma en draugarnir. En Vikki tekur út Snella hérna, þessi dives hjá honum eru búin að vera virkilega góð. Og þeir drepa Capping líka. Og já, System fellur og Gutti fellur og nú er bara Wildparts eftir á lífi sem mun, já, falla líka. Og já, þeir eru allir dánir. Þetta er farið að nú er maður, ef þú ert í berserkjum, þá ertu orðinn svolítið stressaður held ég núna. En það er góðu fréttirnar eru að þeir eru með 4 mjög góð ults. Og ég er líka búin að fá skilaboð frá Bryggilius sem er komin aftur. Ég held að við verðum að klára allavega þetta round án hans. Já. Ég held að það sé svoleiðis sko.
Auði tekur út system en Snella og Kapping finna sig hvort ekki hérna á baklínuna hjá draugum sem þýðir að það eru engin heals fyrir draugana. El Maestro tekst samt að finna Snella og hann kopja Bastion hérna hægra megin. Getur hann gert eitthvað hérna? Hann þarf að snerta punktinn. El Maestro er eini maður sem getur gert það og hann næri að taka út Kapping en út kemur Ramatra upp sem er mikil pressa hérna en Wildbots deyr og þeir ná ekki alveg að sigla þessu heim. Virkilega nálægt. Ég held að þetta væri búið fyrir draugana. Ég líka, þetta var... Vá, ok. Nú sjáum við að þetta er í rauninni einn bardagi sem er eftir og við sjáum að Berserkir þeir ætla að reyna að koma með svona nýtt approach, nýja nálgun á þetta og fara bara í full dive í rauninni. Við sjáum að Viki er að, hann vill ekki leyfa, Viki er að reyna að taka út baklínuna, hann finnur engan en hins vegar er Guts fallinn á point og El Maestro líka og Auði líka. Nú hlýtur þetta bara að vera komið á Berserkjunum. Þetta eru bara of góð picks. En í rauninni þeir kappa með tíma. 3 sekúndur. Ef að þeir hefðu ekki kappað með 3 sekúndur eftir á klukkunni, þá myndi nægja draugum 1 tick á næsta punkt. En þar sem Berserkir náðu með 3 sekúndur á klukkunni, það þýðir að bæði lið fá að gera árás. Sem, já, þannig að ef að Berserkir hefðu náð með einhver tíma, þá þyrftu draugar bara fengu þeir bara að ráðast á punktinn og þyrftu bara að ná 1 tikki, eða 1 þriðja. Gætum við aðeins bara fengið pásu? Ready for battle. Takk fyrir. Bara minút við Það er náttúrulega... Segðu þetta aftur. Já. Yfir Ultimate dæminu. Já, ég meina. Þetta er náttúrulega Ingi gerði þetta, þú veist, layout, þannig talaði við hann er bak við, það ekki? Það er þetta bara. Já, akkurat. Það var einhvern tímann frá því að ég þurfti að búa til í flýti svona icon og þá þú veist, greinilega gerði ég vitlausum, þú veist, dynamics or whatever. Já, akkurat. Já. Já, komið þið sæl aftur, afsakið þetta getur líka alltaf gerst, þetta er ekki alltaf bara hjá playerunum, þetta getur líka verið okkar megin í tækninni, þannig að duttum eitthvað út, það er Streamlabs, við höfum Streamlabs, Nei, ég meina, þú veist, þau eru ekki að sponsa okkur, við getum alveg. Nei, já, við höfum Streamlabs. Höfum Streamlabs. Já, nei, þetta er slið sem gerast, en við erum alltaf mætt aftur og það var enginn að spila án þess að þið voru að horfa, playerarnir bara búin að bíða hérna lengi, en ég held að séum alveg
tilbúið núna að ég loksins fá niðurstöðu í þennan leik. Ég bara verða að vita hver vinnur þetta map, sko. Búin að bíða svo lengi, sko. Já, mér sýnist allir spila að vera tilbúinir, þannig Já. að við hendum okkur í bara... Já. Þú ekki búin að fá frá... Já. Já. Þá erum við að leiðin inn. Spennandi að sjá hvað gerist hér. Þetta er náttúrulega rosalega spennandi leikur, að leiðilegt að við vorum að fá þetta vesen hérna. Allt fólki heima bara on the edge of their seat, sko. Þetta er allavega, við getum allavega sagt að þetta er æsi spennandi. Já, það er rétt. Það er náttúrulega núna, þeir byrja að taka berserkir vegna þess að þeir eru með minni tímabanka og 1 mínúta. Þetta er í rauninni 1 fight, sko. Þetta geta verið 2 ef hann er mjög fljótur. Já. En þeir ætla að fara í symmetruna. Pípía, mér líst vel á þetta. Þeir hafa fengið langan tíma til að fara yfir planið og þeir taka út Guds. Hún kemst ekki frá bastionum nógu fljótt og þar af leiðandi er hún tekin út. Og þetta er risastórt högg hérna frá Vikka. Kýlir 3. En það getur reynst varasamt að fara inn í þetta herbyggju. Sjáum symmetru turretinn og bara bardaginn í herbygginu. Kappingin tekin út. Vikki deyr hins vegar. Við sjáum hérna Wildfans er 1 eftir af punktinum og 15 sekúndur eftir. Þetta lítur ekki vel út akkurat núna, verð ég að segja. Nella er hérna að snerta punktinn. Gæti verið aðeins snert, verð ég að segja. En nú er hann með ekkert recall og er tekin út. Og var þetta nóg? Nei, þetta var ekki nóg. Nei. Þá var mér skilst ég nokkuð vissum að þú verður að snerta punktinn innan 3 sekúndna áður en að punkturinn klárast til að svona tryggjera overtime overtime þráðinn hérna sem heldur bardaganum gangandi, en hann náði ekki að snerta og bara draugar full holda þarna. Það var virkilega vel gert hvernig þeir náðu að halda sér inn í þessi draugar eftir að þetta hefur líklegast komið þeim smá óvart og já. Þannig að þeir missa hana Guds snemma, tungubrjótur og og ná samt einhvern veginn að vinna fætinn. Vikki var náttúrulega með rosalegt högg þarna inn, nær að drepa Snella á symmetrunni og nær að forsa út lamp og eitthvað, þannig að já, vel getur draugum en jobbið er ekki búið, þeir þurfa að ná 1 tiki til að sigra þetta map og þeir hafa 2 mínútur og 49 sekúndur til þess og það ætti að vera nægu tími. Þetta er hingað til farið að líta þannig út að þessi lið eru bara það jöfn í styrkleika að eini munurinn er bara hvort þetta þau völdu mappið eða hinir. Já, í rauninni, það getur verið. Það var bara maður sér það oft, sko. Já, það er bara spurning ef það er þannig og ef við förum í 5. map, hvort að control mappið verði þá svona jafnt eða steamroll öðrum megin. Já. Reyndar, við sjáum að Kapping tekur út Elmaestro snemma sem neyðir drauga svolítið, eða sem tekur svolítið vopnin úr vopnabúrunni og draugum. Þannig að þeir geta ekki verið að gera mikið núna, en þeir eru samt sem að vera að leita á ykkur, hvort þeir geti fundið eitthvað pick hérna. Sjáum að Vikki, hann er náttúrulega mjög aggressífur player, þannig að hann er oft hann inni alltaf að berjast einhvern veginn og við sjáum að Guds deyr núna og það enn og aftur, þá er þetta svona, hafa draugar ekki þá alveg jafn mikið völd til að ráðast á þá, en Snella deyr hins vegar. Vikki er í brasi, kemst út, Wildfans er anti-neitaður, 1 HP, deyr, Kapping tekur út Elmaestro. Vikki lagði sig aðeins þarna en er vaknaður. Guttis tekur út auðvitað. Sjáum Kapping tekur út brinklífið. Vikki nær að taka út Guttix en hann er bara 1 eftir. Tekur út Kapping hins vegar. Og reynir að taka út Snella þarna en nær því ekki. Guttis er komin að heala hann en Vikki deyr. 1 mínúta, 30 sekúndur. Sjáum að Guttis er mjög lóðan á punktinum. Snella deyr. Þeir ætla að fæta þetta, draugar. Og þetta er frábær slíp. Já, sýstir 32 yfir á Elmaestro. Anti-neituð. Já, en Elmaestro tassar út og deyr. En Vikki komur aftur. Einn hérna. Þeir verða að regrúpa núna. Það er bara Það er ekkert annað í hversu boði. góð picks þeir eru með.
draugar, þið verði bara að regrúpa og fara eins sem þeim held ég. Það verður að gerast núna. Nú 1 mínúta eftir og við sjáum að Ultimate Economyið, Ultimate efnahagurinn mikið betri hjá Berserkjum í rauninni. En draugar, þeir eiga nanóið sem kemur einmitt út núna á Vikka og nanóið kemur út á móti á Wild Pants, báðir tankar nanóð, Vikki tekur út System 32, Bob frá Kapping, Vikki tekur út Kapping líka, Vikki að gera vinnu hérna, hann langar að vinna hennar leik, Auðir hins vegar dáinn og Guts dáinn líka, nú það 3-3, Bringnir tekur út Guttix, það enginn sem portar á lífi fyrir Berserki og Wild Pants samt, hann heilbrigður hérna, mikið held eftir honum, 20 sekundur eftir þessi leik og Berserkir að vinna hennar fæt. 20 sekundur. Þetta bara draugum sjálfum að kenna fyrir að grúpa ekki saman almennilega fyrr? Guts tekin út snemma af snellu og... Þau hittir touchi. Já, þau náðu touchinu. Það virkir snefnibústin og hann 3 sekundur bara eftir. Og snella tekur út Auða, það kemur út Queenull, Vikki tekur eins og út snella en það bara ófáir eftir á lífi fyrir drauga til að klára þetta út held ég. Það bara einn Lucio Bringilius og það verður ótrúlegt ef hann að gera eitthvað, hann því ekki. Juno frá Guts en hún dáinn. Þetta jafntefli, dömur og herrar. Vá, það alveg. Þetta einn jafn leikur maður. Ég kannilega ekkert að fara að sofa í kvöld, ég verð hérna bara í allt kvöld sko. Ég var að snemma að sofa, nei, ég hérna, ég að fá skemmtilegan og óræðsleik í staðinn og jafna leik sko. Þá verð ég að spyrja, ég veit ekki alveg hvernig jafntefli virkar. Þá bæði lið stig eða bara engin stig? Já, það einmitt. Ég veit hver vel mappið. Já, ég veit ekki hvernig það virkar heldur. Ég veit ekkert hvernig jafntefli virkar, nefnilega. Þetta einn rosalegasti leikur allar tíma, sko, við bara lendi í svaka. Ég hef aldrei þurft að horfa á reglurnar svona oft. Nei. Já, þetta ekki vanalega að maður þarf að vera að tjekka reglunum svona mikið. Engin stig? Engin stig, verið að tjá okkur hérna, þannig að mér finnst það meika meiri sens líka, sko, ef ég... Það gerir það, af því að ég var að hugsa að ef að bæði lið myndi fá stig, þá værum við bara að fara í control map næst, sem það bara myndi ekki meika sens. Nei, en ég held það sé líka svoleiðis, að vanalega, þá það draugar vel í mappa aftur. Það ekki? Jú. Þannig að, já. Draugar fá aðra tilraun hérna í að velja mapp og... Eru einhverjar undanþágur af reglum og öðru seti sem við höfum ekki fengið hingað til, sem við getum búist við? Ég meina að þetta bara þannig... Þetta bara þannig kvöld greinilega. Ég vil bara pre-preppa, ég vil bara vera tilbúinn. Þegar það gerist, ekki ef. Þegar það gerist. Já. Já, það þetta alveg búið að vera rosalegt. Held að þetta sé bara hvert einasta hefur komið upp. Já. Jú. Hingað til. Jú, en þetta alveg bara rosalega rimma hérna. Það bara 1-1 og jafntefli á hybrid mappi og þetta alveg... þú veist, control mappi var þess að bara 99-100 öll möppin og pushið var bara í einhverjum overtime fight, þú veist, fram og tilbaka. Ég efast mig að við séum jafnan leik og þennan í rauninni bara einhver tímann, sko. Nei, nefnilega. Vonandi, þú veist, það langt skemmtilegast þegar þetta svona, sko. Þannig að ég alveg fagna þessu, en já, þið mætti samt elsku draugar og berserkir hætti að gera jafntefli helst. Mér langar að fá eitthvað svona, eitthvað svona clear cut winner. Já, það myndi nú auðvelda okkur lífið. Já. Já, það spurning hvað þeir velja. Þeir megi í rauninni velja allt nema hybrid og control, ekki satt? Jú. En máttu velja control í miðju mappi? Þú mátt ekki velja control nema bara fyrir mappi. Tiebreakerinn, já. Ok. Þannig að, já, mér sýnist hérna að draugar átt að gera breytingu. Og þeir átt að setja Opal aftur inn fyrir Gutst. Og ég kominn með map pick. Og mappið Hanaoka. Sem sem sagt Clash, nýja game-mótið, nýjasta game-mótið sem Overwatch eru komnir með. Og
Ég er ekki mikill aðdáandi af game-mótinu Nei, og ég held að sé alveg margir sammála mér. Já, það eru ágætlega, já. það er allavega svona... Það eru margir sem að segja samt að þeim finnst það skemmtilegra en Push. Já, Ég hef heyrt það. mér finnst það skemmtilegur en 2CP allavega, ég get sagt það. Já, ég meina. Ég er alltaf svona öng og ég man eftir því að spila 2CP. Ég er orðinn svo gamall. Já, þannig ég man eftir 2CP og það var ekki gaman, þannig ég tek þetta frekar en það, en já, mér finnst það bara þetta, ef við vorum að tala um áðan að Push geti verið one-sided, þá er þetta á öðru leveli, sko. Og já, síðan er ýmsar svona kenningar í gangi, sko, að sé jafnvel bara betra að tapa fyrsta punktinum til dæmis, út af mappið er bara hannað þannig að það er alltaf betra að vera venda punktinn, skilur, að stjórnunum vera með plássið og láta hina pussa inn að reyna að taka þetta af þér í rauninni, skilur, og þetta er eitthvað sem ég finnst þetta eitthvað skrítið, sko. Ég er ekki alveg að væpa við þetta svona, ef ég má. Nei, ég Þetta skil með þig. það, Mér finnst, þetta er svo hratt. Já, Þetta er svo svakalega hratt. Já. Ég, sko, fyrst þegar ég spilaði þetta var nefnilega það sem var svona erfiðast að díla við var bara hvað punkturinn var kappaður hratt. já, já. Sem var svona, ok, við ætlum að snerta og svo bara búið. Já. Ok, nei, við ætlum ekki að snerta. Nei, einmitt, og ég og Markus, vinur minn, Fenris, hann er þekktur hér, við tókum einn leik í ranked saman og fyrsta sinn sem við fórum í þetta var nýja mappið hérna. Leikurinn var sko 2 mínútur og 10 sekúndur og við skítöpuðum, sko, ég bara hef aldrei spilað stuttan leik af Overwatch, þannig að í rauninni geta þær verið gífurlega stuttir og síðan er líka annað, ef ég á að koma með eitthvað jákvætt, þá fáum við allavega clear cut winner í þessu mappi og það er ekki hægt að gera jafntefli. Þannig að, já, það verður ekki annað jafntefli, allavega ekki í þessu mappi. Já. Sem ég tek fagnandi. Og það er alveg, já, það er ljóst að eftir þetta mapp þá verður annarkvort liðið komið í stöðu til að bara sigra alla viðregnuna. Af því að eins og þið vitið örugglega öll þá þarf maður 3 map wins til að vinna. Og já. Þannig að þetta er að verða mjög spennandi ef þetta var ekki nógu spennandi fyrir ykkur hérna. Jú. Það er smá pissupass á leikmennina. Jú, heyrðu, kannski á meðan þá nefnum við að það er minimót á morgun. Jöp. Það er minimót á morgun í Next Level Gaming. Þetta er svaka flottur staður í Egilshöll. Jöp. Smjörutölvur og svoleiðis. Það er skemmtilegt, þið getið skoða æfingaðstöðu Dusty líka þarna. Já, Það nákvæmlega. er Dusty herbyggi. Ég spila fyrir Dusty, þess vegna er ég aðeins að sjáta út hérna. Sjáta Dusty, Og sjáta... það er allavega 2 Dusty-merki ef ekki fleiri á staðnum, sko. Þetta er alveg Nákvæmlega. stórt. Nákvæmlega. Það er En já, stórt það er dæmi. mínimót. Og segðu mér, er þetta skráð sem lið? Það er hægt að skrá sig sem lið, það er hægt að skrá sig sem einstaklingar. Það er líka hægt að skrá sig sem lið þegar maður er ekki með fullt lið. Já. Þannig þú þarft, kannski þú veist, komast ekkert allir í liðinu. Já. Það er allt í lagi, kannski er það bara 3, kannski bara 2, þið getur samt skráð ykkur. Já. Og spila, Já. mætt og spila. Þetta er geðvægt, það er eitthvað verðlaun líka, sko. Það eru svaka flott verðlaun, sko. Alltaf gaman að vinna verðlaun, sko. Það er líka Já. það eru verðlaun fyrir fyrsta sæti og annað sæti og seinasta sæti. Fyrir það að mæta, þá ertu Já. að fá verðlaun. Ég vissi það reyndar ekki. Vá, þáttöku medalíðan bara. Gamla góða. Ég fíla það. Og það eru sömu verðlaun fyrir annað sæti og seinasta. Já, ok, þannig að það er Þarna bara fyrst. winnerinn hérna sem fær eitthvað öðruvísi. Nákvæmlega. Já, mér skilsamt að bæði lið séu klári að fara í Hanaoka og Já. við erum klár. Ég bara get ekki beðið, sko. Já, Já, ég held að ég sé búin að ná mér núna. Ég held að ég sé tilbúin. já, þetta var náttúrulega, já, rosalegu leikur hérna í jafnteflið. En núna verður gaman að sjá hvað gerist. Þetta er náttúrulega, já, Hanaoka klass.
Þeir eru með aðeins waiting for players. Waiting for players. Ég ætla, Já, þú. Ég ætla bara að koma með eitt hérna, ískalt gisk og giska á að draugarnir muni spila Doomfist. Wow. Já. Þú átti ekki bara að henda ykkur svona út í lofti. Jó, Eitthvað svona random bara, Já, sem við ég höfum aldrei giska. séð áður. Nei, ég ætla bara að taka áhættu hérna og þeir vippar mútur á. Doomfist mætir. Ready Ah. for battle. Já, það er Junker Queenin sem Wild Pants fílar mjög mikið. Og hann er mjög góður á henni. Jú. Þannig að ég skil vel hver pælingin er bak við þetta pick. Sjáum að draugar virðast vera að labba út af Venture. Ég ætla nú ekki að láta plata mig að því oft er fólk á öðru þangað til að actually lappar út um hérna sko. Það Nei, er svo nei. miklu minna það í opni deildinni en Já, ok. Tölvulistadeildin leikur Já. sér aldrei að því Já, að einmitt. þeir að skipta í. Já, ég hef kannski verið segur eitthvað svo leiðis. Já, ég held það. Þá er þetta að byrja. Við sjáum að draugar, þeir alltaf taka hérna high groundið á pointinum og þeir eru bara, vá, hvað er skrítið, þeir sjá ekki hitlið, þeir eru að fela sig hérna. Berserkir eru bara að chilla. Unlocked. Þeir eru bara að býja eftir að pointið unlockast og síðan láta þeir sína sig. Þeir hugsa bara, það er ekki tilgangur fyrir okkur að vera að berjast núna. Það er bara Nú er rétt. samtístinn í vesinni, El Maestro er eins og að tekið nú. Og nú sjáum við einmitt svolítið sem ég var að bíða eftir frá Berserkjum að Sombron er kominn. Það gerir lífið hans Viktors Vikka aðeins erfiðara eins og sést hérna, hann er fallinn og undir líka og nú er Bryggilíus hakkaður og Opal er fallinn og Bryggilíus fellur og nú er það í rauninni bara El Maestro sem getur snert punktinn en það yrði virkilega léleg ákvörðun, þannig ég býst ekki við að hann geri það. Já, þetta er bara fyrsta point hver til Berserkja. Objective captured. Já, það er allavega að við vitum að El Maestro er ekki fíkl. Nei, Hann er Það svaka er það klármaður. Já, Hann veit hann veit hvað hann er að gera, hann veit alveg hvað hann er að gera. En mér finnst þetta líka mjög áhugavert eins og það sem Berserkir er að gera núna. Þeir ætla bara ekkert að vera að gefa þeim hérna eitthvað öllsjarts eða neitt fyrr en að það skipti máli að fæta. Þeir býða bara eftir að pointið er unlockað og þá koma þeir út bara eins og einhver lest hérna og eru komin að taka niður Vikka og Utti er fallinn og Bryggilíus er ekki hakkaður en fellur hins vegar núna og það er bara komið 2-0 og þeir sjáu hérna punktana uppi, bláu punktana, þeir eru komin með 2 og þeir vantar bara 3 í viðbót bara til að vinna mappið. Nú þarf, já, Eins og ég segi, þetta er svakalega hratt. já, Og einmitt, hvernig Berserkir eru að spila, þetta er mjög hratt hjá þeim. já, algjörlega. Og þeir býða bara þangað til að þeir þurfa að gera eitthvað eins og núna eftir nokkra sekundur þá fara þeir að labba áfram. Það sjá, og þá er komið að því, nú fara þeir að gera eitthvað. Svo þeir býða bara þolinmóðir og fara síðan inn. Þeir eru með window þarna hægra meginn og það er mikið pressa þarna, ég get ekki verið að standa þarna. Vikki er dáinn, það kemur Juno-öll frá Berserkjunum. Opal er í basli og er fallinn. Þeir eru að eyða mörgum öllum, myndi ég segja, Berserkjunir. Gæti komið í bakið þeim. El Maestro tekur þessar út 2 hérna, klórar í bakkan. Þetta er virkilega mikilvægt hjá El Maestro. Þótti sé að tapa fætinum í rauninni, en það er bara svo langt í spóni að nú á meðan spóni hjá draugum er bara hérna við hliðina og nú eru þeir rúnir 5 og Berserkjunir enda bara 3. Já, það er líka þessi last point fyrir Berserki tikkar miklu hægar af því Já. að hvert tikk er í rauninni point win. Já. Þú veist, já. Já. Og nú fá draugar sitt fyrsta stig í leiknum með því að klappa þessu og þá förum við aftur tilbaka og hit pointið. Captured. Þannig að það er 2-1 í rauninni núna og fyrstur upp í 5 svona punktasigura vinnur mappið. Og aftur, núna, mér sýnist draugar vera bara dálítið svona herma eftir, þeir eru búin að fatta hvað Berserkir eru að gera. Já. Þeir eru bara, hei, við getum spilað þann leik líka. Já. Sjáum að Wild Pants stendur á punktinum núna, hann er svolítið svona aðskilinn frá liðinu sínu. EMP beat Queenull, stórt Queenull verði ég að segja, hitti bara næstu í alla og þeir falla allir 3 þarna. Utti fellur og Vikki notaði Doom-öllið, nær að setja út en
það bara til miður ekki nóg og já, ég meina Berserkir taka þetta point bara. Já. Þeir eru að spila virkilega vel Berserkir. Þeir eru svona, þeir eru ekki að drífa sig að neinu í rauninni sko. Þeir eru bara slakir og svona einhvern veginn, ég veit ekki, bara svona agaðir, ég segja einhvern veginn. Já, agaðir, akkurat. Það eiginlega bara fullkomið orð. Ég ætlaði að fara að segja einhverja setningu og ég var ekki með þetta orð í lokin. I got you. En já, þeir eru, eins og þú segir bara agan, þeir eru bara ekkert að gera neitt, reyna að chase eitthvað kill í rauninni og það er spurning hvort þeir séu bara að gefa punktin. Lítur svolítið þannig út. Af því það er í rauninni, þú vilt ekkert, þetta er mjög erfið punktur til að ná þarna og þeir vilja ekkert vera að eyða öllum eða eyða eitthvað rugl í þetta, þeir eru bara alltaf að spila fyrir næsta punkt. Þannig að nú er 3-2 og að setja tekur Bryggilíus. En þetta pick í rauninni skiptir ekki miklu máli út að Bryggilíus mun alltaf komast tilbaka áður en pointið hann lokast. Það er svolítið málið með þetta game mode, að svona núna, þá er bardaði í gangi, en í rauninni skiptir ekki það miklu hver er að vinna þann bardaða. En núna fer það kannski skipta máli, nú er pointið unlockast, þannig að hvert kill hérna núna vegur mjög þungt. Bryggilíus svakalega lágur aftur líka, þarf að bakka á. Já, og við sjáum að nú er dæmi í gangi og Auddi poppar bladeinu til að taka út að setja. Þeir svara með Juno eftir sem getur alveg verið mjög gott. Þeir eru einu færri núna, nei, þeir eru jafn margir og þegar báðir baptístarnir dauðir. Systir 32 deyr hins vegar, engin supportar online fyrir Berserkina. Þetta verður erfitt fyrir þá að sletta þetta út, en það er aftur á móti bara Lucio healing og Logi er á sombrunni að gera lífið leitt fyrir Bryggilíus hérna. En hann nær að svara fyrir sig þarna og kýlir hann. Nær pickinu og nú er bara stefnir í að það sé bara 3-3. Auddi tekur út Wild Pacts. Já, ég er bara að starra þetta daldið aktóa, sko, ég er bara... Það er svo jafnt, sko, það er bara... Þetta er nefnilega, þetta er svo nýfjant, ég bara... Held ég hef ekki séð svona jafnan leik, bara... Nei, ég er alveg bara komin á þann vagn, sko. Sjáum að Logi er samt búinn að vera virkilega flottur á sombrunni. Núna reynar refsunum hins vegar, en þeir... Ég meina... Náð því... Þeir eru eftir uppi, það er bara... Það er einmitt gott að gera við sombruna ef þú getur að... Einmitt, en annars þar á mappinu kom út Queen öllið en það setji falli fyrir Berserkina en þeir ná að skipta út treytinu en það er engin sem portar á lífi fyrir Berserki en það er engin byrjar að setja pressa punktin enda og þannig að það er von. Ég meina að Snella tekur út Audda hérna þannig að mér sýnist Wild Pacts tekur út almæðistur og engin DPS-ar fyrir draugana. EMP-ið til að reyna bara að klára fætinn, sigta sig heim. Gott EMP, Bryggilíus er mjög low þarna vinstra megin en þeir alltaf bara að vera agaðir og ekkert að eltast við eitthvað rugl. Lampinn er búið að nota lampan fyrir draugana og nú er 4-3 þannig að ef að Berserki vinna þennan point þá eru þeir búin að vinna allt mappið og Opal er fallið fyrir draugana þannig að ég meina að drauga þurfa núna bara að regrúpa almennilega og gefa allt sem þeir eiga í þennan punkt, sko. Já, ekkert vera að gæjast fyrir hot núna og menn að bíða eftir liðsmanni sinum. Það er bara komið ykkur saman, farið saman. Já, það er einmitt eins og þessi AI sem við vorum að tala um að það var ekki að vera stjórna og svona. Þetta er mjög léleg staða fyrir Vikka, hann gæti bara verið fallinn sem hann er. Snella hann var hakkaður fyrir fram á window. Já, Snella er að hönda niður Opal og já, ég meina þetta lítur alls ekki vel út fyrir draugana núna. Það er Auddi einn eftir á lífi hérna. Toucha punktin aðeins en hann mun bara falla. Vikki er næstur. Já. Það er spurning hvað menn gera. Hann verður að fara að spyrja hann heldur. Já. En Bryggilíus er hittur að hnífa Wild Pacts, mjög flottur hnífur og ég meina Berserki vinna þetta mapp. Já. Já, vel spilað. Þeir voru bara agaðir, þeir spiluðu mjög vel og en draugar voru samt flotti líka, don't get me wrong, en það var bara eins og æginn hann hafi unnið þetta fyrir Berserkina, fannst mér. Og síðan er það líka þessi sombra hjá Loga, já, einmitt. Já, akkurat. Einmitt þakkaði þetta, þá hún var að valda miklu musla og ég meina, erfitt fyrir Doomfist að spila inn í sombru og ég veit að Vikki, ég þekki nú aðeins til hans og hann er Doomfist player, bara dauðans og hann spilar rangt mikið til dæmis og hann er mjög vanur því að spila á móti sombrum út að
það í rauninni alltaf, hann vinnur kannski í fyrsta fætinn og þá búið að breyta í Sombru strax sko í hinu liðinu, svona counterpicking. Counter, sko. Já, þannig að hann hann hefur alveg reynslu, Sombrun kannski ekki alveg jafn góð og maður myndi halda mótunum, en aftur á móti þá verður hann að breyta mjög mikið leikstíl, hann getur ekki alveg farið jafn djúpt inn og hann vanur að gera og búinn að vera að gera í þessari rimmu sko, þannig að já, hann þarf að spila svona aðeins hægar og ekki alveg jafn aggressiv sko, sem hentar honum illa myndi ég segja. Ég held að hann svona blómstri svolítið þegar hann getur verið bara hyper-aggressiv og að pressa allan tíman sko, þannig að já, ég var að búast þessu Sombru-picki og kom með smá óvart hvað kom seint, en það greinilega virkaði hérna á Hanna Óka og já, þannig að þetta tryggir þeim Berserkjum sigurinn og það 2-1 fyrir þeim. Bara vel spilað. Þetta svo ógeðslega jafn leikur. Ég veit ekki einu sinni hverju ég á að búast. Nei, ég svona. Og líka mér finnst map-pickin búin að vera svolítið skemmtileg. Þetta svona ekki hefðbundið, allavega ekki í minni til. Það svona Midtown og Hanna Óka og þú veist, ég veit það ekki. Já, ég ætla akkurat að segja, þú veist, þetta er ekki algengt í tölvulistadeildinni. Já, tölvulistadeildinni, já. Rúna Sabi til dæmis, þú veist. Ég bara, ég hafi ekki spilað í neinum official leik bara aldrei. Ég get nú bara staðfesta sjálf. Já. Nei, ekki þetta season. Ekki almenna. Þetta er náttúrulega það nýtt map, þetta var ekki. Nei, þetta var náttúrulega ekkert í seinustu, en ég ekki heldur í neinum Evrópukeppnum með Dusty eða neitt, þá held ég að ég hef ekki spilað það. Nei, mér sýnist enginn í tölvulistadeildinni hafi spilað þetta map. Það er Berserkir, Bölvun sem hafa spilað það og núna er þetta Draugar. Já. Ég sé hérna að Draugar þeir ætla að setja Gudst aftur inn fyrir Opal. Þau eru mjög mikið að sækla á svona baklínunni og nú er loksins komið að því, það sem við erum búin að bíða eftir, að Kings Row var valið núna sem map fyrir Drauga. Og almennilegt. Já, hann hlaut náttúrulega að koma að þessu sko. Nefnilega. Já, en ég held að þetta sé bara vel valið hjá Draugum. Við sáum þeir voru flottir á Midtown, þannig að þeir eru að fíla svona hybridið og Kings Row, þú veist, það getur verið erfitt að díla við Doomfist á Kings Row sem veit hvað hann er að gera sko. Þannig að ég held að þetta sé bara fínt og Draugar eru búin að spila svona frekar svona hratt, svona hröðkomp, svona Genji, Tracer, skilur og bara fara inn og þú veist, ég held að hendi bara mjög vel fyrir á Kings Row. Á meðan Berserkirnir, þeir eru svona, þeir getur farið í eitthvað svona rush dæmi, svona Ramatra kannski eða Queen eða eitthvað svona. Já, Berserkirnir ætla að gera breytingu líka og ég sé að hérna, Kapping er að koma inn fyrir Snella held ég. Og Guttix er að koma inn fyrir Loga. Já, þannig að, já, Kapping er náttúrulega kemur úr Counter-Strike heiminum, með skjöllastingi, og þekktur fyrir að, þú veist, vera gríðarlega góður að miða. Þú veist, hann er góður á þessum hitscan player, eða þú veist, hitjum, Ash og Widow og, þú veist, já, öllu þessu. Snella, sagðirðu? Nei, Kapping. Nei, Kapping fyrirgefðu, já, auðvitað. Jú, Kapping er náttúrulega svakalegur hitscan, sko. Maður getur alveg, hvað segir maður? Þú veist, ef ég sé Kapping á hitscan þá er ég shaking in my boots. Já, skjálfandi á beinunum bara þarna. Já, skjálfandi á beinunum akkurat. Þarna kemur þú að þýða fyrir mig. Já, þetta er bara samvinna, sko. Já, ég veit. En já, þetta er málið nefnilega að hann er virkilega flottur og mér finnst alveg líklegt að þið getur farið í eitthvað kannski Widow. Fyrst að Kapping er að koma inn á það, þá séu þeir að fara allast að einhverju svona Widow, Ash, einhverju svona hitscan dæmi. Já, algjörlega. En Draugar hafa spilað Kings Row áður þetta season. Já. Og þeir tóku Genji, Ash, Bap, Ana, Doomfist. Já. Easy bara. Já. Það er mest bara DPS-arnir sem kannski skipta og breyta eftir aðstæður. Já, einmitt. Það er lítið verið að rótera í tankinum, ég get sagt þér það. Jú, það er rétt.
Það bara Doomfist eða ekkert, sko. Akkurat, en það er náttúrulega Berserkir bara búin að spila einn leik, þannig að þeir spiluðu ekki Kingsrome í spilinu. Nei, ekki, þeir eru með. En þetta ég var að segja, virkilega flott, þú veist, Berserkir komin í góða stöðu núna, 2-1 yfir. Og já, eftir að hafa tapað fyrsta leiknum sínu 3-0, það er greinilegt að þeir eru, þú veist, þeir eru mættir núna bandbrjálaðir að fara að reyna að sækja sinn fyrsta sigur og já, þeir eru komnir í einmitt svona prime stöðu í að klára núna rimmuna og bara sækja sér fyrsta sigur og það er alveg auðljóst að verða taugar hérna hjá þeim að reyna að klára þetta en já, en aftur á móti þurfa draugar búin að vinna sína fyrstu 2 og þurfa núna að sýna, þú veist, hvað þeir geta með því að klára þessi rimmu. Þeir þurfa að vinna 2 upp í röð til að vinna viðregnina meðan Berserkir þurfa bara 1, þannig að já, pressan er í rauninni á draugum núna. Já, og sérstaklega af því að draugar, hefnd og bölvun eru í stigum. Já, á toppnum mitt. Nei, Musteri er reyndar á toppnum akkurat núna með 9 stig. Hins vegar, þau eru með 9 stig af því að þeir eru búnir að fá gefinn djáknarleikin. Já, einmitt. Þannig að, þú veist, í rauninni eru þau komið með fleiri stig. Það er eins og þau séu búið með 1 fleira mapp en allir hinir. Já, ok. En já, svo koma útlagar sama þar, þú veist, þeir töpuðu á móti djöflum en þeir töpuðu 3-2. Þannig strax komið með þessi 2 aukastig þarna frekar en þessi 3-0 hjá öllum öllum. Já, einmitt. En þetta er bara frekar játt. Já, ég er sammála, þetta er spennandi deild þarna. Sjáum hérna að leikmennir eru hérna að grína sín á milli að þeir eru að giska á að þessi leikur fari í jafntefli. Það væri rosalegt að fá annað í jafntefli. Já, ef við skoðum kompið aðeins þá er grautlegt komp hjá Berserkjum. Þeir eru Winston, Anna Brigg sem er svona frekar eðlilegt og Trace með því í rauninni. Það er allt frekar eðlilegt en það er megin þarna í þessu. Við veit ekki alveg hver hennar tilgangur er. Mögulega reyna svona að splitta liðinu með ísvekkjunum sínum. Á meðan eru draugar ennþá í svona frekar svona sama batteríinu og þeir eru búin að vera að gera. Vicky hérna klára cooldownin sín og er bara á lélegum stað og fellur kominn allt og djúpt inn og fyrsta pússi draugum er ekki sérlega gott en þeir þá munu bara regrúpa og hérna og reyna aftur, það er það eina sem maður getur gert. Við sjáum að þeir vilja taka þetta high ground hérna, hægra megin og þeir gera það. Vicky komin upp og supportarnir komin upp og þeir eru svona hægt og rólega að taka smá pláss á mappinu hérna. Mér finnst þetta virkilega vel gert til draugum, svona á að spila þetta. Þeir eru komnir á bakgrunna, Vicky og El Maestro eru á hérna Guttix og Sister 2. Sister 2 er fallinn, Vicky er mjög low en fær healing, þannig að hann lifir. Guttix er líka mjög low, hann er eini healerinn á lífi og talaði á snemma, ekki að lífi ennþá. Auð er fallinn hins vegar, Kapping að klóra í bakkann. Vicky tekur út að setja, mér sýnist þetta líta mikið betur út í draugana. En það eru alveg allar líkur á því að Berserkir muni ná að snerta punktinn aftur. Sjáum að núna er Wildpants og Kapping, þeir reyna að taka svona plássið tilbaka. Kapping næra að taka út Drunkilin sem er riðstórt en Wildpants fellur hins vegar sem er líka riðstórt í hina áttina sko. Vicky er orðið mjög lár þarna. Spurning hvort að þeir nái punktinum. Vicky deyr en þeir ná punktinum, þannig að það er allt í góðu. Það er mikilvægara. Og núna eru þeir bara með frían tíma meðan payloadið svona hægt og rólega kemur úr tilskotum og Berserkir er ekkert að fara að íta á þetta fyrir utan kannski Kapping sem er að fara hérna bakvið. Já, það er náttúrulega, það gilda alltaf á reglur fyrir þess að Tracer playera. Þau verða bara að slást allan tíman svona. Akkurat. Það er þannig, þetta er svona Tracer dún. Það kemur Nano hérna Wildpants, þeir ætla bara að góa núna. En mér sýnist fjarlægin vera of mikil fyrir Wildpants að gera eitthvað hérna og hann er neittur til að bakka út. En þeir treytuðu nú reyndar support-öldunum, þeir notuðu Window hérna í draugum og Nano í Berserkjum. Sjáum að Vicky er að reyna að láta eitthvað gerast þetta núna. En hann er orðinn mjög splitt frá liðinu sínu og það er Mayveggur, hann kemst ekki neitt. Nema bara sömulega hann kom. Juno-öll frá draugunum og Blade. Nú vona þeir að þeir geti gert eitthvað með því. El Maestro tekur út baklínuna. Auðin er að setja.
Það er bara Capping og Wildpants eftir, Capping er fallinn og Wildpants reynir að komast út með lífið sitt. Ég veit að Viki finnur lyktina af blóði hérna en ég held að hann ná honum nú samt ekki. Wildpants núna með fullt líf og kemst tilbaka. Ég veit ekki alveg hvort að pálsbombið hjá Audda var nauðsynlegt í þessu fæti. Nei, ég myndi telja ekki. Núna, þeir notuðu náttúrulega 5 ults í rauninni, eða 4 ults í þessum fæt, Windowin var aðeins fyrr. Sem þýðir að þeir eru mjög undir, allavega í ultimate bardaganum, sko. Þannig að núna á móti, sko, ekkert öll á móti Rally og Pulsebomb hjá Berserkjum. Sjáum að Guðnix verður að halda lífinu sínu. Pulsið hittir engan. Viki nær að taka út að setja en hann fellur hins vegar og já, ég meina það er mikið betra pick fyrir Berserki að ná að drepa Vika heldur en að Viki ná að drepa að setja þarna. Þannig að draugar eru neittir til að bakka út. Þeir verða að bakka út hérna en þeir hafa 2,5 mínútu, það er nóg eftir, þeir hafa tíma til að byggja sig öll. Nú er það er engin öll í boði fyrir hvort liðið og það er nú styttist í að System 32 fá þetta nano. Það er alveg gjössalega fight winning öll. Að setja tekur út El Maestro. El Maestro fallir mjög snemma sem er ekki gott, þannig að þetta er 4 á móti 5 akkurat núna. Draugar, einu manni færri. Að setja er orðið mjög low en lifir og en þeir ná að treyta út nanónu. Ég skil hugsunum á System 32 að reyna að halda að setja á lífið þarna með nanóinu sem er, já, en nú eiga þær ekki fyrir Monkeyinn eða neitt. Já, nanóið er bara svo mikils virði. Já. Ég held að sé ekki, ég held að hefði bara verið betra að leyfa að setja á degi þarna. Já, mögulega. Þú vilt eiga þetta nanó, það er raunin það sem þú ert að spila upp á þarna. Með þessu kompi. Þú vilt farma nano eins og að þú getur og síðan nano á Winston eins og getur fengið bara ótrúlegt magna value. Við sjáum núna að Viki er með öll og þá getur hann verið hyper aggressive eins og hann er að gera núna. Og þeir eru að verjast þessu vel og hann er slípaður hérna en pulsið tengir á Guttix. Þannig að ég meina Guttix er fallinn en við sjáum að Capping er núna í baklinni að reyna að ná trades á móti en hann finnur enga. Svo það er enginn búinn að vera að íta kartinu allan þennan tíma þannig að þeir eru ekki að græða mikið. Wildpants tekur út Vika og að setja fellur fyrir Berserki. Ég meina þetta er alveg hægt. Wildpants og Guttix eru hérna, 2 á móti 3. Wildpants þarf að hoppa í window, nær ekki að íta á ölltaka sinn. Sem er í rauninni bara að tapa þeim punktunum, sko. Sáum að Wildpants að koma öll þarna. Ef hann nær að nota Primal Rage, þá fær hann 1000 HP og það er erfitt að komast brenni í gegnum það. Þannig að hann hefði getað haldið punktunum svona, þangað til að restina af liðinu hans myndi mæta. En miður nær hann ekki að öllta, hann bara deyr áður. Þannig að draugar kappa hérna, second point, virkilega vel gert. 1 mínúta, 50 sekundur til að reyna að koma kartinu að þetta leið. Þetta er gott pikkið að setja, tekur út auðta, þannig að enginn drægir sér í feitinum. Nota Juno, það er samt nano monkey á þeim og ég meina, það er bara of mikið fyrir þá held ég. Falla allir hérna. 1,5 mínúta eftir. Sjáum að El Maestro kom með Blade, hann er búinn að vera með góð Blades í þessu leik. Þannig að það er mikil pressa á honum núna að láta eitthvað gerast með þessu Dragon Blade. Það er Mayöld í boði fyrir Berserki, þannig að oft er trikk að henda bara Mayöldinu á Genjiinn, sko. Nei, þeir ætla að nota aggressive og Bryngilius er frosinn og hann fellur, eða hvað, já, þarna kemur það. Við sjáum að bakklínan er alveg splitt frá Vika, þannig að hann fær enga hjálp þarna. Reynir að fá öltið sitt sem hann fær, notar það. Það eru trades fram og tilbaka hérna. Ég held ég fíli tradeinn hjá Berserkjum betur. Sjáum hvað gerist hérna. Það kemur út Rally, þeir ætla að berjast hérna. Sjáum að Vika er refsað. Og já, þeir þurfa að regrúpa. Við sjáum að Gutst er möguleg sem að brasi hérna. Wildpants er að elda hana en nú er liðsöki mættur. Bryngilius hérna er að berjast við hann. Wildpants er orðinn frekar low, þarf að nota Primal Rage. Er ekki að finna neitt enda á, jú, þeir Capping og Wildpants ná að finna Gutst. Nú eru 17 sekundur eftir og draugar er að deyja hérna bara fyrir utan spawni sitt.
Bringilíus fellur líklegast. Nei, nær að taka út kappi. Er þetta nóg til að breyta leiknum? Góðu fréttirnar eru að Spawn er erfið hliðina og þannig en munur líklegast ná pússi hérna. Jú. Þetta horn getur verið erfitt að íta allavega. Já. En Kemur bleytið frá El Maestro. Hann finnur báða supportana sem stórt. Jafnvel láta þurfa að borga fyrir það með sínu eigin lífi. Nú að setja í smá klípu hérna, búinn að nota Ice Block. Þeir ná að taka hann út líka. Og ég meina, Viki ekki hættur. Hann vill halda ofarlega, sem ég skil vel að dúmlustunum. Þetta var frábært hjá Vika. Dóttist hopp í burtu þarna og nær að kýla kapping. Þetta er C9! hættu! Nei! Þeir lappa Ég af trúi punkti. Ég ekki sá þér. Vælpans var komin á punktinn að láta pressu þarna. Og, já, þeir hafa bara bakkað af punktinum. Það var búið að vera, Þeir voru að vinna overtime. Já, það var Viki komið 2 frábær picks og, tvö frábær picks og, já, þetta leit mjög vel út fyrir drauga en það var búið að vera overtime svo lengi sko, að þá er orðið mjög svona viðkvæmt hvað þú getur farið af kartinu lengi til að þetta rennur út. Vá. Þetta var ótrúlegt, en þetta er búið að vera frábær rimma núna, svo jafnir leikir að þetta er ekki alveg rimma án þess að fá eitt gott svona C9 sko. Það er rétt. En ég meina nú, vá, þetta verður eitthvað, þetta er leiðilegt fyrir drauga, þeir eru mappi undir, þurfa sigur hérna og þegar eitthvað svona gerist þá getur það verið svolítið leiðilegt fyrir svona stemminguna, það er svona, maður er smá svona volsvíkin í rauninni og þá er mikilvægt að vera ekki að pæla í þessu og mikið, heldur bara fókusa á vörnina, ekki bara, þetta er búið að gert, þetta gerðist, nú bara þarf að verjast. Ég sína hérna í Grand Finals fyrra en endaði á að vinna leikinn samt, út af við vorum bara, vildum ekki vera að hugsa mikið. Keep moving forward, það er það sem maður þarf að hugsa. Já, just keep swimming, nema á kvot. Já, en þetta er mjög svipað á báðum liðum nema að setja komna börnuna núna og það finnst mér gott pick vegna þess að draugar fíla að spila Tracer og Kenji og hvoru þeirra mjög góður í að berjast í förru. Sjáum að Vælpans og að setja búin að taka hægrándi þarna og meðan Viki að leita baklínunni. En þið sjáu hvað þeir eru byrjaðir að verjast Vika vel. Þeir snúa sig bara allir við. Viki er hálfur en þeir þurfa að nota lamp hérna sem er ekki gott. Þeir eru orðnir frekar lóandi í draugum en Viki nær að taka út að setja. Nær hann að komast í healthpackin, hann gerir það. Rosaleg baráttu þarna milli tankana. Við sjáum hérna að Vælpans og Viki going at it bara og Viki nær að taka út Vælpans en Uddi fellur, System fellur. Ég meina, þetta var vel spilað á draugum. Það var mikið pressa þarna en þeir ná samt að lifa og finna réttu tækifærin. Og enn og aftur er það Viki þarna sem er að ná að finna svona pikkinn þegar þeir þurfa. Og meðan var El Maestro líka nær að taka fara á önuna þannig að Anan getur ekki hjálpað þeim þegar Viki er að berjast við þá. Sjáum að þeir eru að gefa smá pláss hérna draugarnir, Vælpans sem byrjar að setja pressapunktinn. Viki reynir að fara á að setja er fallinn en núna er erfitt fyrir baklíninn drauga því þeir eru með capping og þeir eru með Vælpans bara djúpt inni á sér sko. Þeir ná að lifa þetta bara frábærlega spilaði á baklínu drauga sem ná að vinna svona saman og bakka og lifa. Náttúrulega bara mikilvægast í þessu í svona dive mirror er bara að lifa sig. Já, nú eru 2 mínútur eftir að pointinu. Mér sýnist að setja að vera búinn að... Nei, hann ætlar að halda förunni. Hann leit svolítið út þess að hann var að fara að skipta en... Það er svo stutt frá Barrage. Hann er að skipta. Jú, að setja virðist vera búinn að gefast upp á förunni. Já, grunaði þetta. Vælpans fallinn snemma, hann fór inn á meðan að setja var enda að skipta, ég veit ekki hvort það var eitthvað svona communication error þarna. Mér sýnst bara verið svolítið hík á skiptingunni því að eins og sagðir, það var eins og hann ætlaði að skipta svo hættum við að hætta við. Já, nákvæmlega. Það er svolítið svona óvissa hann í gangi, en það er bara 1 mínúta og 20 sekúndur, þetta er virkilega flott vörnin á draugum.
verður að segja þessu en nú fara öllin að koma inn í þetta. Það nano online fyrir Berserki og það getur verið stórhættulegt ef þú nærð góðu jumpi með Winstoneinn á bakliðina. Window kemur út hérna, þeir geta ekki verið að standa fyrir framan hann of lengi. Viki búinn að drepa 2, frábærlega gert hjá honum. Og ég meina Nanoði fór að setja sem náði ekki að finna neitt í miður. Virðist þeirra stakkerast aðeins hérna, já, hann fellur. Virkilega vel gert hjá draugum. Þeir nota bara dúmastið og þeir nota Windowinn. Og ég meina, þeir eru algjörlega búin að breyta komp Berserkinni sem þýðir mjög litla líkur að þeir geti safnað upp í ultimate á meðan þessi punktur lifir, þannig að þeir þurfu einhvern veginn að finna leið til að lifa af High Noon, Dragon Blade og Juno-eltið. Það er verið að styðja dálítið mikið. Já, þetta verður mjög erfitt til Berserki, það allan á hreinu, en sjáum hvað gerist. Nú kemur Juno-eltið og High Noonið og Guttix bara instant í fallin og þetta bara mikil pressa, sko. Auðvitað finnur enga með High Nooninu hins vegar, en þeir eru bara of mikil pressa og Burgult, sama Wild Pants, að láta lífið eftir rólega, Seti að fela sig bakvið til að fá overtime-ið. Nær að taka út Guts og hann lifir hérna með reytinu sínu. Og nær að taka út Auðda líka, en hann fellur. Guttix nettipunktur, nú kemur Bladeið. Spurning hvort að... Nei, þetta of mikið pressa. Wild Pants kemur á ból, Viki kýlar hann af, reynir að skýla punkturinn svona. En þetta bara of erfitt og draugar full hold hérna Kings Row og jafna leikar 2. Auðvitað er þetta map 5. Hvað annað var að fara að gerast? Það var ekkert annað að fara að gerast. Nei, það var ekkert annað að fara að gerast. Þetta er það tæft. Já, þetta var bara, vá, þetta var vel spilað. Mér fannst vörnin á Berserkjum líka vera mjög góð, sko, en þessi vörn hjá draugum var virkilega flott. Þeir voru bara, þarna var æginn komum aftur, skilju. Þeir voru ekki alltaf að hérna, þú veist, nota öll öldin og svona, þú veist, þeir voru nota 1 í 1 og hægt og rólega alltaf vinna þessa fæta, sko. Þetta... Þetta er bara, já, svona er þetta, map 5. Það er greinilega mögulega þetta C9 í lokin hafi kveikt í draugum bara dálítið Já. svona, hey, wow. Við áttum að ná þessu bara, Já. Getum ekkert leyft þeim. Já, það er nefnilega, þú veist, þetta getur alveg virkað í öfugátt, sko. Þannig að, þú veist, í staðinn fyrir að vera eitthvað í fílu og leiður og uninspired eitthvað, þá getur við verið bara nýtt þetta sem eitthvað gott, sko. Og já, einmitt, það bara virðist vera eins og þetta C9 hafi hérna bara kveikt í þeim. Þetta var rosalega vörn hjá þeim, sko. Map 5. Já. Berserki hafa valið. Já, map 5. Ég ætla ekki að fara að snemma að sofa hérna, það er ekkert svoleiðis í gangi, sko. Nei, ekkert þannig. Það er bara map 5. Ég er búin að vera þreytt í allan dag, ég fór svo seint svo í gær af því ég var að hjálpa vinkonum mín að setja saman rúm til miðnættis. Já. En það er varla hægt að vera þreyttur og horfa þennan rosalega leik hérna, sko. Það er náttúrulega máli, ég get verið þreytt og spennt á sama tíma. Já, jú. Ég væri alveg til í að sofa, en þetta er miklu skemmtilegra en að sofa. Já. Og ég líka bara, þú veist, ég elska map 5. Þetta er alltaf, þú veist. Það er nefnilega máli. Þetta er svo spennandi, þú veist, að það er allt undir núna. Það er bara, þú er búin að eyða, ég veit ekki eins og hvað við erum búin að vera lengi hérna, 2 tíma kannski, en já, 2 tíma, næstu 2,5 tíma, sko, og þá ertu búin að vera að spila, skilurðu, og síðan er þetta bara, ok, þetta er mappið, ég gæti bara tapað öll vinnan sem ég er búin að gera, það er bara undir hérna á þessu eina mappi og þá eru taugarnar og þá stressið og klöts, þú veist, ertu nógu sterkur í haustum, skilur, þetta er það sem svona e-sports snýst ég dýrka þetta, alveg bara finnst þetta geggja, sko, og þá oftar en ekki er líka bara rosa flott play að koma og rosa stór mistök og það er bara svona partur af leiknum, sko, mér finnst þetta alveg geðið, þannig að, já, ég er mjög spenntur fyrir þessu, ég veit til dæmis hvað loka mappið er og það er Oasis. Já, það er Oasis. Og það eru breytingar hjá Berserkjum. Logi kemur inn fyrir capping, Snella kemur inn af DPS. Já.
að setja kemur inn fyrir Guttix. Þeir eru búin að vera sækla þessu mjög vel svona, mikið skiptingum alltaf og spurning hvort að draugar hendi klassísku supportskiptinguna sína eða hvort þeir láti það vera. Skipti Gutst og Opal en já. Já, það er spurning. Opal on top. Opal on top, sko. Hann fílar ekki Topaz eða neitt þannig, þetta er bara Nei, Opal. ég meina Opal er bara betra. Já, Opal er enda betra sko. Er það ekki bara mál? Ég er mikið svona rauður Opal maður sko. Já. Já, við verðum líka að gefa shoutout á alla Oats brandarana í chatinu. Við sjáum þetta er mjög gott content. Við sjáum þetta, við hlægjum aðeins að innan við þökkum Oat King bara fyrir að gefa okkur chat contentið. Já, algjörlega. Shoutout Oat King, shoutout Tölvulistin, shoutout Arena. Við elskum svona sko. Já. Þetta er, já, map 5, dömur og herrar og allt annað. Það er bara komið að þessu. Það styttist í að við förum inn. Liðin eru örugglega að fara yfir plön og já, og í rauninni, já. Ég öfunda engan sem er þarna inn á, sko. Ég finnst, já, það er alltaf stressandi og erfitt að vera í map 5, sko. Já, þetta er mjög, eins og við sögum aðan, þetta er mikil pressa, getur verið það. Já. Og getur verið erfitt að finna út úr hvaða mental hendar manni best. Já, nákvæmlega. Á svona tímum. Já, og það er bara svo leiðilegt að tapa. En ef þú ert eitthvað að hugsa mikið út í það til dæmis, þá verður kannski ofstressaður og eitthvað svona. Svo leiðilegt að tapa sem map 5, sko. Það er Já, maður ætti bara að taka þessu eins og öll önni map, er það ekki? Já, jú, bara fyrsta map, bara spila, hafa gaman og reyna sitt besta, skilur við. Það er ekkert annað í stöðinni, sko, en já. Er þetta ekki svona bara í flest öllum íþróttum? Ég kem bara úr borðtennis, þannig ég bara það, en það er svona að þegar komin í 11 og verður að vinna með 2 stiga mun, þá verður að hugsa allt sem bara fyrsta stig. Já, nákvæmlega. Það er ekkert annað í boði. Strax þú ferð að hugsa að hann er komin einum yfir, þá ertu búinn að tapa. Já, nákvæmlega. Já, akkurat. Já, við erum að benda okkur inn á, þetta er náttúrulega ekkert map 5, þetta er map 6 í rauninni. Við fengum jafntefli þannig að áðan, við erum bara búin að henda því til hliðar eins og það gerðist ekki. Já, en það fekk ekkert lið stig og eitthvað svona, þannig að þetta var bara svona voitað einhvern veginn, sko. Ég hlusti á mér allan, sko, en það er náttúrulega rétt, það var map sem var að spila, þannig að, wow, 6 möpp, maður, þetta er rosaleg rimma, maður. Er þetta ekki fyrsta skipti sem það er jafntefli? Ég hef ekki, þú veist þetta betur en ég, þú ert alltaf með alla staðreyndir og eitthvað, sko. Já. En ég man ekki eftir þessu, sko. Ég er ekki með skráð hvort það hafi verið jafntefli. Já. Þannig að ég get allavega sagt fyrir vissu að þetta season 6 í tölvulista bikarnum hefur hingað til ekki verið jafntefli. Þannig til núna. Já, en ég held að bæði lið séu ready og við erum bara ready til að fá niðurstöðu. Það verður ekki jafntefli í þessu heldur, veit ég. Nei, það væri dálítið merkilegt ef þið einhvern veginn myndi ná því Það kappar enginn, bara púta. Já, bara leyfa tímanum að renna út og enginn kappar neinu. Ég ætla að viðurkenna eitt live on air að einu sinni vorum ég með félögum mínum í Overwatch að spila og við vorum að spila í ranked og við vorum að spila control og síðan vorum við að rústa og ákvaðum að kappa ekki punktinum og þannig að í rauninni voru hinir leikmennir smá bastir í þessum leik. Það þurfti einn af þeim að lífa leikinn svo að hinir getur lífað, því að leikurinn endaði ekki. Það vorum búin að vera bara í 10 mínútur eða eitthvað á sama control-mappinu. Shit, þannig að það var ekki eins og tími eða neitt. Nei, það bara gerist ekki neitt. Það gerist ekki neitt, það er bara 0 og 0, skilur, og það getur verið bara, ég veit ekki,
Ég veit ekki hvað, það endaði eitthvað hótt í að lífa og síðan var ég bara, ég með svo mikið samvinskupið, Já, Yeah. þetta er nú... En þetta var for science, ég var bara svona, hvað gerir, skilur Já, akkurat, ég skil það, en á sama tíma, ef ég væri að fara að kalla eitthvað BM, þá myndi ég kalla Já, það. þetta var mjög ljótt, sko, ég viðurkenni það, þetta var ekki my greatest moment. Ég er ekki stoltur af þessu heldur, en já, þá erum við komin inn. Já, við sjáum að, herðu, Berserkir eru farnir í RAM-kompið sem er svona mjög solid og svona komp sem getur lifað lengi í rauninni og Vikki er komin í erfiða stöðu hérna, hann er hakkaður, Sombran er mætt aftur en Vikki á mistrannan hátt lifir hérna, nær að flýja. Nú er pointið að fara að lokkast og svolítið mikið pressa á hérna á Berserkir núna. Sjáum að þeir eru low, þeir eru fastir svolítið út í einhverju hotni. Mér líður svolítið draugar, þeir eru bara að stjórna öllu mappinu hérna sko. El Maestro og Vikki eru fastir núna og fulla ferð bara bak þérna og taka út báða supporta hjá Berserkir. Og það er bara Velpans eftir sem getur lítið gert hérna held ég og hann fellur á endanum og punktur er farin til drauga. Þetta var vel gert, mér fannst drauga að vera stjórna sig einhvern veginn miklu meira, svona mappinu, svæðinu á mappinu. Já, við skrýtum niður við hvað þeir voru dreifðir. Út allt einhvern veginn. Að það hafi verið kostur frekar en gallur. Já, nákvæmlega. En það, Vikki er hakkaður hérna og Vikki verður að vera mjög varkár með svona engaging sín og það Logi er náttúrulega eins og hann var geggjaður að hann ákveða Sombrunni og hann er alltaf svona að leita af hann einhvern veginn. Þetta er mjög mikið svona barátta í gangi þarna. Vikki snerti punkti núna því að þeir eru bara næstum búin að kappa honum. Og Vikki er núna hakkaður en sýstu þau fellur hins vegar. Logi verður líka og Snella verður líka og þetta er bara að hrynja núna hjá Berserkjum. Við ættum að vera komnir í flotta stöðu. Vikki var orðinn low, næstum búin að kappa punktinum en síðan einhvern veginn hryndi þetta hjá þeim. Við sjáum að styttist í 5 örf líka hjá draugum sem er, já. Scary sight fyrir Berserki. Og ég meina komni með 60% af punktin, 5 örf. Það lítur ekki vel út fyrir Berserki akkurat núna. Þeir þurfa virkilega að finna einhver góð place hérna til að ná að snúa sig við. Sjáum að Wildpants er orðinn mjög splittar núna frá liðinu sínu, orðinn mjög low, notar lamp að setja, er fallin, en Bricklin fellur líka. Sjúnuverti kemur, El Maestro fellur, þetta eru góð picks, það er hæ núna á pointinu, geta ekki beint labbað áfram. Nær að taka út system, hann kíkir hana yfir silluna og bara já, einmitt, tekin út. Vikki er orðinn low, hann notar öllið sitt. Spurning hvort hann ætlaði að reyna að klötsa þetta, hann reynir það. Já, þá kemur Blade líka frá El Maestro, tekur út Loga, tekur út að setja. Þvílík Blade hjá El Maestro. Og Elfans er low, hann þarf að kvínasta hérna út af pointinu. En hann deyr! Hann deyr í miðju ölti en anti-heal effektið er samt á. Snella fellur. Virkilega vel gert í draugum. Þetta var bara dominant, verð ég að segja. Já, hvað geta Berserkir gert öðruvísi næsta round til að fá yfirhundina? Ég veit ekki, þetta var ekki að ganga hjá þeim. Það var þarna þetta high ground, þar sem, ég meina, Gutst og Brinkilius voru eiginlega bara að hanga og síðan var Vikki svolítið frjáls og El Maestro svolítið frjáls og þeir voru bara valda usla. Það var ekkert sem Wildpants gat í rauninni farið á. Hann hefði þurft að reyna að koma sér þarna upp á high groundi einhvern veginn en á sama tíma var Vikki og El Maestro bara á, baklínuna hans, þannig að hann var í mjög erfiðri stöðu, sko. Það er spurning hvort þeir vilja kannski reyna að ná hérna high ground control hér, Berserkir. Og ég held að verði mikil barátta að stjórna hérna high groundinu hægra megin við punktinn. Við sáum að Vikki er komið ánga upp núna. Brinkilius er með honum, það er komið high ground control og það eru draugar sem stjórna þarna. Sem að Logi er strax byrjaður svona aðeins að kýtla hérna á Sombrunni. Hittir hérna vírusnum, beint af Gutst og Wildpants er hoppaður inn. Missir góðan chunk af lífinu sínu samt, sko, þannig að hann getur ekki verið lengi inni. Logi er orðinn low líka og hann fellur. Nú eru þeir manni færri, þurfa að láta ekki að gera Berserkinni. Sjáum að Vikki og El Maestro eru enn og aftur, sama unitið hérna, dæfa mjög mikið saman. Að setja tekur út auðvitað einhvern veginn og Berserkir ná punktinum, virðast að tapa fætinum samt en ekki versti hlutur í heimi þar sem þeir náðu að ná punktinum. Og ég meina Snella er að hefja eins mikið og getur þetta. Þetta er alveg
þetta verðist alveg vera næstu 20%. Hvað er þetta? 18? 17? 17% af punktinum. Sem allt í lagi. 17% af punktinum og 1 tapaði fætt. Það er ágætt. Það er ágætt. Gæti verið mikið verða. En nú eins og ég sagði áðan, þetta er bara virðist vera smá replay af seinasta raundi. Við sjáum að Uddi og Brinklífi spila þarna upp á. Það er erfitt að komast á það og meðan Viki og El Maestro eru líka alltaf að reyna að ráðast á mann, sko. Þá er svolítið erfitt að spila leikinn. Sjáum að Snella og Logi. Logi nær hakkinu á Vikka sem þýðir að Viki getur ekki gert mikið sem staðan er núna. Þannig við sjáum Berserkir búinn að forsa draugana mjög aftarlega. Pulsbommi hittir, heyrðu! Hann náði 2 með pulsbomminu, vel gert hjá Snella. Hann náði sjálfur. Já, því miður var annar hann sjálfur og að setja í fallin líka, Logi í fallin. Ég held að Berserkir verða að bakka núna. Það er alveg greinilegt. Já, Viki tekur út system á 2 hérna, mjög seint í fæturinn sem er að kosta á tíma. Og núna er Rissan komin út. Það gæti alveg verið eitthvað. Það er ekki jafn mobile, en kannski þurfa þær ekkert að vera mobile. Það er nefnilega svo mikið, Wildfans var svo mikið að hoppa á target, en hann var bara eitt síns liðs. Já, það er rétt. Þannig að núna er Rissan mætt til að gefa þeim aðeins meiri stöðuleika og geta svona barist meira þegar þú ert farinn. Já, hann var slípaður, hakkaður, þetta var erfitt. Svona er þetta oft. Við sjáum að þeir eru að gefa mikið pláss. El Maestro öst í baklinni. Nei, Brinklífis fellur, Uddi fellur. Vel gett af Wildfans og Snella. Það er El Maestro einn eftir á punktinum og Viki mætir núna, slípaður aftur. Verður að passa á þessu. Já, 91% komið á punktin samt fyrir drauga, en núna loksins eru Berserkir komin með eitthvað stjórn í þessu leik. Þeir eru með bæði supportals alveg að fá EMP á móti 4 öldum frá draugum, þannig að þessi næsti fight verður mikilvægir. Snýst svolítið hver getur notað öllu betur, hver getur fundið meira value úr. Já, þess að plate hjá El Maestro geti verið dálítið erfitt fyrir Berserkir yfirspila. Þeir window hann upp á, en í rauninni er enginn í, þú veist, sideline-inu fyrir hann að window. Sjáum að Uddi er fallinn. Snella er á baklinni á meðan Viki er á hinni baklinni, en Rissan, Viki næri sér að setja en hann fellur sjálfur. Við sjáum El Maestro er mjög low in the point og fellur síðan. Hvað er að gerast hér? Engin öll notuð frá Berserkjum. Eru þeir að stakkjara? Nei, eru þið? Ok. Hann Brinklífis var einn eftir þarna point og næri að taka út system 2. Þannig að þeir verða ekki með Juno öll þegar hann frekar seint í fætinu í rauninni. Það er náttúrulega Juno sem færi svo hratt, ég veit ekki Jú. hún er bara næstu í komin. Já, en Viki er mættir, það er allir draugarnir eru mættir á punkt og Juno öll er komið frá punkt. Lítur að koma Blade núna, eða ekki? Það er EMP á baklinna. Náum ekki að tryggja neitt, það setja... Erðu? Berserkirnir, þeir sprungu bara. Nei, þeir sprengdu þá bara. Draugarnir sprungu. Og það er bara, þetta er komið, þetta er bara leikur. Hvað? Það er 1-1. Það ert ekki að grínast í mér það. El Maestro var allt of seinn að poppa Bladeinu. Já, ég myndi halda að það hefði átt að koma aðeins fyrir og í rauninni... Já, og í rauninni voru Berserkir, þeir ýttu bara Q eiginlega undan einhvern veginn og þá kom Blade allt og seint inn í þetta en... En líka og Rissu swappið var virkilega sniðu, finnst mér. Það er greinilega að henda þeim svakalega. Já, það gefur þeim svona aðeins meiri stöðuleika, þú veist, þessi geta verið að taka fætana, löngu fætana líka og svona. Þessi Winston var ekki alveg að ganga út að hann var alltaf bara einn, alltaf að berjast við 2, þú veist, þetta var bröðsilegt en swappið fannst mér mjög gott og greinilega sýndi sig. Þetta leit ekki vel út en þeir klötsuðu þetta. Já, þeir eru að ná að snúa sig við einhvern veginn. Já, þeir halda sama á Rissunni, þeir ætla að spila Symmetru hérna. Mér finnst það áhugavert. Symmetra Sombra er ekki mikið svona consistent damage kannski í þessu kompi en ef þeir ná að stjórna leiknum sko, þá er þetta mjög gott fyrir þá. Já, og sjáum til hvað þeir gera með þetta. Já, Gudster, þeir treyta Juno sliðinn, báðir supportar dáni fyrir draugana og Uddi líka og nú er Viki einn eftir hérna, fellur og ég meina punkturinn fer til Berserkjana fyrst. Þetta er það sem við að tala um. Nú er Symmetran og Sombran sterk. Þess að þeir eru með punktinn, þeir eru að stjórna tempóinu
Nú spurning, eru draugar að rakna upp aðeins? Svona Já, það nú vera er- kannski óviss. Nú er stress í herbúðum drauga, ég get sagt þér það, ég bara veit það. Og þeir þurfa núna aðeins að lokka inn eins og maður segir. Já, maður finnur bara rafmagnið í loftinu. Já, sko. þetta er mjög erfið staða. Logi er honum mjög low hérna, en nær El Maestro með vírusnum. Þannig að, ég meina, nú þurfa draugar að taka ákvörðun, ætlum við að fæta, ætlum við að bakka. Sýnist að vera það síðan enda, en Viki er enda svolítið inni, sko. En hann er reyndar aggressiv eins og við erum búin að fara yfir hérna. Já, El Maestro er að fara að mæta aftur. Þeir eru orðnir 5 draugarnir. Nú sjáum við hvað þeir geta gert. Það er komin heil 50%, engin ults available fyrir draugana. Þeir fá window, en það getur verið svolítið tricky að reyna að fá value út af þessu. Úr window. Sjáum að Berserkir konum með góð ults, þeir geti í rauninni bara klárað hennar fight hérna núna ef þeir vilja. Þurfa mögulega ekki að nota þessi öll vegna þess að Brengiliðis er fallinn og Uddi líka og við erum komin í hættu svæði hérna fyrir drauga. Já, erum við að horfa á mögulega 1 fight í viðbót ef að þið ná ekki að kappa punktinn? Já, ég meina þetta er bara loka fight ef að Berserkir vinna þennan fight. Já. Þannig að það þarf eitthvað magnað að gerast. Kuts poppar Juno-öldinu sem er fyrst niður, en það er Symmetra veggur til að berjast á móti honum. Það er líka bara Uddi að nota hann, en Jú. Uddi tekur út Loga, þetta er gott pick, en þá kemur Juno-öldið og Rissu-öldið er á leiðinni. Baptiste í slæmum málum. Já, þeir þurfa bara að finna pick. Það er enginn að horfa að setja, það stendur bara punkturinn sem Baptiste. Og það er að hann sé að lifa. Snell er hins vegar fallinn, kemur bleiti frá El Maestro, enginn lappi, þannig að hann tekur út 2 og draugar ná að snúa sig við. Já, þeir mega ekki tapa einum fight, þá er leikurinn búinn fyrir drauga, þannig að þeir þurfa að spila mjög vel núna næstu 2 mínúturnar eða svo. Og við sjáum að Berserkir eiga 2 virkilega góð ultimate á móti einu dúmalti frá Vikka, mögulega pölsaðinn setna í fættinum frá Udda. Þannig að það er spurning hvernig þeir ætla að lifa af EMP og Rissu. Það er nefnilega spurningin. Þetta er æsispenn. Ég er svo nálægt skjánum mínum akkurat Já, núna. ég líka, það er rosalega. Sjáum Wild Pants og Berserkirnir eru að lappa upp hérna, hættulega. Viki er að bakka, Snella er komin á Tracerna, hann fellur og Juno líka. Viki notar öllu sig, tekur út lappan og ég meina Berserkir falla bara hérna og það er alveg bara komið 50% á punktinn fyrir drauga. Þeir eiga ennþá, Berserkirnir, þeir eiga ennþá EMP og Rissu til að reyna að vinna. Þannig að, já. Þetta er rosalegt, auðvitað er þetta að fara í þetta. Við erum að fara að sjá 99, sko. Já, það er þessi pulsbomb í Udda verður að gera hluti. Það er bara, öll þessa heimsins er á Udda að gera eitthvað með þessu pulsbomb. Ég veit ekki hvort að taugar mínir... Hörðu, Viki Kín er að setja á mappinu! Nei! Það er engin buff, EMP-ið, það er engin support available fyrir Berserkir. Ef þeir deyja fljótt, þá geta þeir töksa aftur, en það þarf að vera núna. Wild Pants lifir svolítið lengi, þannig að þeir muni vera á Allt lengi. Aftur er ennþá lífi. Oh my god. Þetta mun vera 4 á móti 5 hérna. Þetta lítur frábæra út fyrir draugana. Þetta leit hræðilega út fyrir það fyrir... Bara... Já, maður Logi snerti punktinn hérna. Hver er næstur? Það er Systur 32 með touchi. Logi er hins vegar fallinn, að setja fallinn. Þessi picks eru virkilega góð fyrir draugana. Þeir virðast vera að sigla þessu heim ef ég að segja eins og er. Þetta lítur út. Rænhæftulega nefnir reyndur. System er fallinn, að gefur út Juno-öld. Þið geta ekki fætt henni Juno-öld 1 á móti 5. Draugar eru sigurvegarar af þessum rosalega leik. Hvað? Vá. Hvað vorum við að horfa á? Bara... Þetta var rosalegt. 2 klukkutímar og 40 mínútur. Já, þetta er lengsta casting sem ég hef tekið að mér held ég. En bara, þetta var frábært. Sérna sjáum við í lokafættinum, hann nær einmitt að kýla setja af mappinu. Þetta var virkilega stórt. Að missa Baptiste svona snemma. Úff!
Vá, þetta var svo close. Já. Vá. Þetta var... Hvað getur maður sagt? Ég dasaði bara eftir þetta, sko, en... Ég held að sé bara ekkert sem að gerðist ekki í þessum leik. Nei, einmitt. Það bara... Jafntefli, C9, Ajax, það var allt. Já, Það var allt í þessu. Disconnect, draw. Já, virkilega vel spilað hjá báðum liðum. Maður segir oft svona, já, bæði lið spiluðu virkilega vel en meinar það svona mismikið en núna actually er ég bara bæði lið áttu frábæra kafla í þessum leik en einhvern veginn náðu draugar að klötsja líka. Ég skal alveg viðurkenna það að ég bjóst ekki við að draugar myndi vinna þarna í lokinu. Þetta var, já, líta svolítið illa út en þeir, já, bara náðu að klötsja þetta, sko. Og bara, já, vel gert hjá þeim. Við ætlum að fá okkur viðtöl, veit ég. Já. Ég hugsa sem að byrja á Berserkjum. Við byrjum nú á Berserkjum. Það eru Guttix og Asetia. Ekki koma þeim hingað til okkar. Okkar menn. Blessaði, drengir. Halló, það kvöldið. Hvað segið þið þá? Jesús minn. Ég er bara nokkuð hressir sko. Meðan við að tapa map 6, ekki map 5. Já, 6 sko. Já. Þetta var, adrenalín er ennþá í gangi sko. Ég skil það, ég sagði það einmitt fyrir mappið að ég öfvendaði engan að spila í þessum leik, sko. Ég þoli ekki pressuna og stressið og adrenalínu og allt að spila í þessum loka leik, sko. En hvað segir, þið eru ekkert súrir? Nei, við erum ekki af baki dottnir, sko. Þetta var bara vel spilað og lærum að þessu. Það er gaman. Já, það algjörlega. Og það já, mér langaði að spyrja ykkur, sko, þið eru ekki komnir með sigur núna í deildinni, en þið voru á móti virkilega sterku liði, þau tapir rétt svo í map 5. Þú veist, hvernig er það að sjá fyrir ykkur framtíðina? Bara að vinna. Bara að vinna? Já, það er bara winstreak. Það er bara winstreak núna? Það er ekkert annað í boði, sko. Nei, það er náttúrulega, það er nóg eftir náttúrulega, þetta var round 3, ef mér skallast ekki. Og þetta var annar leikurinn okkar. Já, annar leikurinn, já. Þið sátu hjá round 1. Við vorum með bæ fyrsta round, sko. Já, þið sátu hjá. Ok, og hvernig fannst ykkur svona leikurinn spilast, þú veist? Hvernig fannst ykkur performance ykkar? Er eitthvað sem þið hefðu mátt gera betur eða? Það voru bara svona lítil mistök. Já. Og þegar við gerum góð hluti þá gerðum við það mjög vel fannst mér. Og gerðum nokkuð það sem við ætluðum okkur að gera. Við vorum að vinna í Koms og Koms voru góð í kvöld. Já. Náðum að spila ævintýralega vel á Clash sem okkur hefur gengið illa á í skrimum, þannig að þetta er allt á uppleið, sko. Já, algjörlega. Það er einmitt, þetta er hárrétta attitúdi, sko, að taka bara góðu hlutina. Og ég var einmitt að segja, þú veist, það sem ég gerði virkilega vel, sko. Ég var að segja, ég er allan ánægður með þetta gameplay, mér finnst það flott, bara vel spilaði okkur. Það verður náttúrulega harkalegt votur við Coach Capping tekur okkur gegn. Já. Það verður rask eftir eftir skoða á morgun. Já, það er gott. Það er bara gott. En já, einmitt. Og ég kom með klísjuna, bæði lið spiluðu virkilega vel sem maður svona, segir ofta eftir eitthvað 3-0 stomp og eitthvað svona, en hérna meina ég þetta. Þetta var actually bara mjög vel spilað. Já, vel við. Þá er það bara klassíkin held ég, MVP. Verðum ekki alltaf að hendi það í ykkar lið. MVPs í okkar liði, hvað segir það? Það er System 32, bara hann var ógeðslega góður, ég var að spekka hann á þetta leikina sem ég var ekki að spila og hann bara frábær. Hands down, System 32 verður að taka þetta í kvöld, sko. Já, flott, það var líka ekkert grín að vera í baklínu, sko, að lifa af svona Doom dives. Mér finnst þetta oft vel spilað að hvað þið voru að ná að lifa lengi, sko, í baklínunni þarna, sko. Já, það er honum að þakka, hann hélt hinum í hlutum rosalega mikið á lífi. Já, einmitt. Ok, en hvað með í liði drauga? Verður þetta ekki bara að vera Viki? Viki er náttúrulega ógeðslega góður. Rookie player, Rookie of the year potential, jafnvel. Já, ég skal alveg taka undir það. Bara svakalega vel spilað á Doom. Já. Væri alveg til í að sjá hann brant út á aðra tanka, aðalega bara því að það er að spila mútið Doom, en hrjúklega vel spilað hjá honum. Já, hann spilaði vel. Það var ég með eina svona bónusspurningu líka. Og til þín að setja í miður. Hvað fór í gegnum hausinn á þér þegar þú varst kýldur út á hérna í loka fætinum?
Sorry. Það var bara allir að öskra það sama og ég hlýddi bara. Já. En ég sagði síðan að þetta hefði ekki verið sniðugt og ég ættum að vera annars staðar. Já. Ég sá spjótið kom út og stoppa Punchy, ég held að Sævar að vera á lífi, sko. Það var svo nálægt. Ég var að spekka þetta, sko. Það var einhver frame hérna þar sem að Punchy tengist, actually. Það er bara svona, þetta er bara svona millimetra mál, sko. Þetta er bara skjákorstif, sko. Já, skjákorstif. Skjákorstif. Vittir viðgerð, sko, það ég bera fyrir mig. Já. En þá allan að ég óska ykkur til að hafa mikið með vel spilaðan leik og ég er spenntur að sjá, ég held að þið séu bara að fara að enda mjög ofarlega í þessari deild og Stefnan er tekin á úrslit, það er ekkert annað í boði. Já, Stefnan er tekin á sigur, sko. Já, ég stefni þá bara á að kasta úrslitunum í og opna deildinu og sé ykkur bara þar. Hell yeah, Ingo. Hell yeah. Ok, takk strákar. Takk fyrir gott. Takk fyrir. Þá fáum við yfir til okkar Audda og Vika. Já. Sem er samt muted og deafened, ég veit ekki alveg. Já. Auddi græjar þetta bara með hann. Já, ég get jappað, ég á nógu mikið fyrir tvo. Já, nákvæmlega. Til að hafa mikið með sigurinn, Auddi. Takk. Vel spilað. Hvað fannst þér rimmuna, svona, as a whole? Hvernig fannst þér þetta? Ég er ótrúlega þreyttur, þetta er eitt af lengstu leikum sem ég hef spilað í lífi mínu. Og þú veist, ég er búinn að spila í 2 finals og þetta voru örugglega leikur eftir það. En 2 tíma 40 mínútur, sko, þetta er ekkert grín. Já, yfir höfuð þá er ég bara mjög ánægður með hversu close þessi leikur var. Ég bara elska að spila í svona leikum. Þar sem að, þú veist, bæði lið eru svo ótrúlega jöfn. Og þú veist, ég verð að segja að Berserkir spilaði alveg frábærlega og bara GG's, bara frábær leikur. Já, GG's all around. Þetta var náttúrulega sturlað, sérstaklega líka að kasta þessu, sko, ég held ég aldrei á æfinni sé að jafna leik. Við langar að spila þessu. Ég myndi að spila hann, maður. Já, ég veit það, ég sagði sko í map 5, sem var enda map 6 og það gerði eitt jafnli. Þá sagði ég að ég öfunda engan sem væri þarna inn á að spila, skilur, að það er stressandi, sérstaklega bara svona lengi. Það var bara svona að þetta er eitt map sem ákveður allt hvernig leikurinn fer, skilur. Þannig að, þetta er svo mikið time investment, þú veist, þú veist, við langar ekki að tapa, ég búið að spila í 2,5 tíma. Já, þannig að, en þess vegna langar við að spyrja, skilur, hvernig var mentalinn, þú veist, að fara inn í þetta map, þú veist, hvernig var stemmingin, var stress, voruð þið calm? Hún var bara, við vorum að syngja lög og eitthvað þannig. Já, ok, voru bara að létta. Við vorum super chill, sko. Ok. Þú veist, innan í mér þá var ég, þú veist, svona, mjög stressaður, en þú veist, maður verður auðvitað, þú veist, að reyna að halda, þú veist, vibes góðum, þú veist, við unnum síðasta map, við komum inn, við vitum hvað við viljum gera, þú veist. Já, nákvæmlega. Og já, ég skilji. Og hérna, mér langar þá líka að fara í klassíkina, sko, að biðja að velja kannski MVP úr ykkar lið. MVP úr okkar liði? Það er erfitt að velja á milli þeirra, sko. Allir stóðu sig vel, sko. Ég myndi segja shoutout í Bringilius. Já. Ég er búinn að spila með hann allt mitt líf. I love that guy. Og síðan auðvitað Viktor er sorry, ég var deafened, my bad. Ég mættir aftur í viðtalið. Sorry, nei, ég var deafened allan tíminn, ég veist ekki sem voru komnir hingað. Ok, velkomin Viki, Auddi er búinn að vera að sjá jappið hérna. Ég er búinn að vera að jappa fyrir okkur bæði, sko. Já, þú varst að fá MVP nomination, Viki. Jóna með það. Frá mér, maður. My god. Nei, þú ert my god. Við skulum róa okkur aðeins með Glazy hérna í viðtalinu hérna. Ég er að spurninga hérna og... Nei, ég er að tjóka. Ég dreifið ástinni, strákar. Ég segi bara svona. MVPs eða MVP úr liði Berserkja, strákar? Sko, ok, ég skal segja hvað mér finnst. Mér fannst að Wild Pants spilaði mjög góðan leik, allan leikinn. Mjög solid þannig í frontlínunni, mjög góður á þessu Jungle Queen, sérstaklega á hana Oka og þannig. En ég verða líka að gefa smá props til Capping.
Já. Capping, hann stundum þá var hann gerir hluti og ég var bara, hvernig hann að hitta þetta maður? Ég var bara, ok. Já, það svona Ekki sem hættir ekki í þessu sko, he just hits those. Já, ertu sammála ekki eða hvað? Sko, þetta Snella honorable mention. Þetta svona spurninga milli Snelli og Capping því að það sem pyrraði mig mest var aðalega út af því að menn ég var að drepa baklínuna hjá Berserkjum. Og þá var Capping eða Snella að drepa my backline. Já. Þannig að þá var þetta fatt þannig ég var svo, Já, ég veit það. Þetta var svolítið klikkaður leikur, þeir voru bara að dæfa baklínuna hjá okkur öðrum, þetta var svona frekar chaotic leikur, sko. Klassísk dive á móti dive, svona chaos. Þeir spilaði þetta mjög vel, en svo sama tíma þá var Junker Queen pickið rosalega hættulegt á Clash, við vorum eiginlega bara fucked þar, sko. Já. Og þetta playað sem að ég hoppaði Baptiste, við bara bíðu allir eftir mér og svo bara að fela sig í hotna hakka mann, ég var sprengtur. Já, mér finnst það magnað hjá Berserkjum, sko, þeir bara chilluðu bara í herbyggi alla tíman að pointið var ekki unlocked, gerði ekki neitt, þeir voru bara ógeðslega agaðir, skilur, og síðan varst þú að reyna að dæfa eitthvað og það voru bara 5 hver að það. Já, þegar ég hoppaði inn fyrir final pointið, ég bara hoppaði inn á Baptiste, það var bara window og ég var hakkar, þannig ég horfði bara á all liðra með window í gangi, ég var bara sprengtur. Já, en núna eru þið komið með 3 sigra í 3 leikjum. Þú veist, hvað þú veist, hvert eitthvað markmið fyrir þetta season? Hvert það að stefna? Hvað vil ég gera? Eru þið bara að stefna á titilina? Sko, við erum eiginlega búin að við erum eiginlega bara for fun lið eiginlega. Við erum stofnuð til þess að, þú veist, bara spila og hafa gaman. Jú. Núna þegar þú veist, við erum byrjað að vinna þá erum við, þú veist, byrjað að hugsa svona smá meira svona kannski, þú veist, getum við gert eitthvað. Já. En málið bara að gera okkur besta, sko, þú veist. Að minnsta kosti þá viljum við ná í playoffs. Já. Og það svona, þú veist, ef við gerum það, þá ég sáttur. Ef við, þú veist, sjáum bara hvað gerist, sko. Já. Ég fíla að þetta er mjög PR svar, bara gera sitt besta. Það er ekkert verið að koma inn einn statement hérna sem maður þarf að bakka upp síðan. Ég er bara með sama mindset þegar ég vann síðustu 2 skiptin. Já, það er bara svona, sjáum hvað gerist. Ég ætla að reyna að standa við þessu leik. Já, sjáum hvað gerist. Ég bara spila minn leik, sko. Það er líka, það er búið að pointa út hérna Mystery Kartöflur Finals var best of 7. Já. Bara svona, hvort þú væri búin að gleyma þeim leik? Nei. Hann væri lengri, var hann ekki miklu lengri? Hann var örugglega miklu lengri, en ég var að segja að þetta er eitt af lengstu leikum. Þú veist, ég er ekki að segja að þetta var lengst, en þú veist, ég hef búin að spila í 2 finals, öll farið alveg á map 7, svo þú veist, ég hef spilað lengri leikum, en you know. Já, þannig að þú hefur alveg reynslu í svona, þú veist, high pressure kannski, svona... Já, ég kann þetta alveg, sko. Já, en þú ert núna með Rookie of the Year contender, Vikka hérna, og ert þú að svona ausa úr viskubrunnið þínum til hans? Já. Sko, hann bara mjög, þú veist, eins og playstylans, þá hann mjög bara svona independent, svona in the backline, bara doing what he wants, sko. Það er mjög skemmtilegt playstyle sem við liðum okkur með, bara það sem við leifum bara Viktor að gera það sem hann vill, og allir hinnir bara reyna að lifa að drepa einhvern. Ég tek samt metið á degja hraðastur og eins fljótt á eittir. Já, það gerir stundum, en þú veist. Ég væri samt til að liða okkar sjálf myndi bara spila meira. Við spilum eiginlega ekkert. Nema bara þegar svona 2 dagar í einhvern leik. Þá tökum við 1 skrim. Já, skrim eða eitthvað, já. Það er bara mjög algengt í almenna yfirleitt fyrir flest lið. Já. Við erum í að tala að byrja að taka þetta smá meira alvarlega fyrst við erum 3-0. Já, þeir eru alltaf komin í góða stöðu, skilur, og það allavega getur, þeir eru með svona potential til að fara mjög langt, þannig að ef þið hafið áhugað á því þá er bara upplagt að fara að skrimma og eitthvað. Hvaða ópal er bestur? Ég veit það, ég fæ mér oftast fjólublá ópalinn sem með skógabærubragði. Sorry, ég ætla bara, Köttin, er ekki eina rétt að svari bara ópal on top? Ópal on top. Ópal er on top. Er það ekki?
Opal En on þú veist, top. hann að spyrja þú veist, hvaða Já, já, Opal já. eru on top, þú veist, við vitum að Opal eru on top, Já, sko. klálega. En þú veist, innan í Opalunum, hver er Opalun on top, sko? Ég meina, ég verð alltaf að halda að blár Opal var bestur, sko. Já, ég hef ekki smakka blá. Ég fekk mér alltaf rauða. Já, ég líka. Já, klassík. Ég er þar. Classic. Það er alveg ástæði fyrir því að blái var bannaður, sko. Setur ekki klóróform í eitthvað nammi, skilur. Ég veit ekki alveg hvert við erum komin, þannig ég ætla aðeins að stíga inn í hérna. Mér Ég óska ykkur til að hafa ekki við sigurstrákar. Hlakka til að sjá okkur í finals. Já, viltu sjá þetta út, eða? Ég vil sjáta út my teammates. Já. Takk fyrir. Ég sjáta út alla sem tóku þátt í þessum frábæra leik, bara þetta. Og frábært að geta haft hann stream Já. og þú veist. Ég verð að gefa big thumbs up á my supports fyrir að halda my ass á lífi allan tímann. Og náttúrulega Öddi og Maestro, stóra hættulegir með mér í daginu. Mjög góða líka. Já, algjörlega. Og ætli ekki að sjáta út casturana? Nei, bara spurja. Og svo er þetta legendary casters. Já, herru. Ég er að fíla það. I like that. Já, herru, geggjaði strákar. Til hamingju aftur og við sjáumst. Já, við sjáumst. Ok, bye. Já, gaman að þessum strákum í draugum. Já, þessi leikur var svakalegur. Já, þetta var rosalegt. Ég fíla líka það svo mikið, þú veist, respekt á milli, þú veist, það voru allir bara hrósa hver öðrum bak og fyrir, skilur, milli liðana og náttúrulega þegar maður er búinn að vera að spila svo lengi í map 6, þá er allir bara svona frekar relieved að þetta sé bara búið, sko. Akkurat. En, já, ég allavega, erum við ekki bara að fara að enda þessa útsendingu, spyr ég? Jú, við ætlum bara að nefna einu sinni enn þetta minimót sem er á morgun í Next Level Gaming klukkan 6. Þetta er hægt að skrása sem lið, það er hægt að skrása sem lið því það vantar einstaklinga í liðið, það er allt í lagi, þið þurfið ekki að vera full lið, það má skrása sem einstaklinga, það má líka bara mæta. En það þarf að vera á staðnum til að fá vinninga. Ég er að pæla að kíkja. Ég verð með einandaráritanir, get ekki selfies. Nei, ég er satt ekki staðfestur, en ég er að pæli að fara. En ef þú kemur og verður í Dusty-bólnum til að vera fyrir fram Dusty-logoið, sko. Já, of course. Já, ef ég kemst, þá kem ég. Já. En ég hvet ykkur öll samt til að mæta. Og já, shoutout hana Oat King og Tölvulistan. Og Arena. Já, og Arena. Er ég að gleyma ykkur? Nei, ekki. Kia. Já, Kia! Já, sorry, það er smá látt síðan ég kastaði, smá ryðgæður í sig en Allt ykkur. Þú veist, við getum alveg þakkað bónus líka en þeir eru svona meira bara fyrir tölvudeildina. Ok, já. Bónus fær svona hálft shoutout frá mér þá. Já, akkurat. En ég bara allavega þakka fyrir mig í kvöld. Já, bara takk hérlega fyrir að horfa og vera með okkur. Já, góða nótt.